13:32 og við göngum til útsendrar dagskrár. Við tökum fyrsta og annan lið í einni umræðu en það fyrri umræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 og fyrri umræða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2018 til 2022 ásamt greinargerð fjármálaskrifstofu. Við gerum ráð fyrir að þetta sé oddvita umræða og ræðutími óbundinn. Í lok umræðunnar verða fyrst afgreiddar tillögur sem tengjast fjárhagsáætlun og eru að finna í útsendri dagskrá undir fundargerðum borgarráðs. Hvað kom fyrir? Ég bara tek hérna grátklökka stjórnmálamanninn á þetta. Heyrðu, það eru sem sagt álagningarhlutfall útsvars, álagningarhlutfall fasteignaskatt og lóðarleigu, fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitigjalds elli- og örorkulífeyrisþega og gjaldskipting fasteignaskatta og lóðarleigu. Og þessu var vísað til afgreiðslu borgarstjórnar af fundi borgarráðs 26. október. Heyrðu, jæja, ágæta borgarstjórn. Svo þarf að samþykkja tillögur lántöku vegna svo ætlum við að vísa tillögum lántöku vegna framkvæmda árinu 2018 og tillögum gjaldskrár til síðari umræðu. Og að þessu loknu þá verður fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 og fyrir umræðum 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2018 til 2022 vísa til síðari umræðu sem fer fram 5. desember. Ég vona að þetta sé allt á hreinu og minn kverkaskítur hafi ekki truflað einbeitinguna og þá tekur borgarstjóri til máls. Takk fyrir. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar. Meirihluti Samfylkingar Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja nú fram 4. fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun á þessu kjörtímabili. Eins og allir áttu að sjá hafa fjármál borgarinnar verið eitt af lykilverkefnum kjörtímabilsins. Ábyrg fjármálastjórn og skipuleg vinnubrögð hafa haft í för með sér ásamt jákvæðum ytri skilyrðum, mikinn og jákvæðan viðsnúning í rekstrinum. Með samstilltu átaki starfsfólks og stjórnanda hefur verið búið í haginn með aðhaldi, útsjónarsemi og metnaði fyrir góðri þjónustu við borgarbúa. Segja má að viðsnúningurinn í fjármálum borgarinnar hafa orðið ljós eftir mitt síðasta ár. Svigrúmið var nýtt til þess að auka framlög til leik- og grunnskóla. En skólamálin hafa verið áherslumál, auk húsnæðismála og velferðarþjónustu á kjörtímabilinu. Þetta í takt við forgangsröðun meirihluta borgarstjórnar. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 og 5 ára áætlun haldið áfram á sömu braut og segja má að þessi áætlun endurspegli nokkur meginþemu. Í fyrsta lagi jafnvægi í rekstrinum, bæði á fyrirtækjum borgarinnar og í rekstri A-hluta. Í öðru lagi að sótt fram í skóla- og velferðarmálum. Í þriðja lagi þá áberandi innviðafjárfesting. Hún í A-hlutanum eða yfir 18 milljarðar króna næsta ári. Og loks eru það húsnæðismálin, en á næstu 5 árum gerir áætlunin ráð fyrir því að framlög til húsnæðismála séu 69 milljarðar. Í Reykjavík gjöldum haldið í lágmarki þegar þjónusta borgarinnar annars vegar, enda keppikefla Reykjavík sé hagstæðasti kosturinn fyrir fjölskyldufólk.
Leikskólagjöld, gjöld á frístundaheimilum og systkinaafslættir eru auðvitað til marks þetta eins og borgarfulltrúar þekkja. En árið 2018 verður álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðareigendur líka lækkað og afslættir elli- og örorkulífeyrisþega af sömu gjöldum hækkaðir þeim til hagsbóta. Fyrr á árinu var stuðningur við leigjendur einnig hækkaður og Orkuveitan mun einnig lækka valdargjaldskrár sínar áramót líkt og síðustu áramót. Þannig að viðskiptavinir njóti góðs af þeirri rekstrarhagræðingu sem náðst hefur. En húsnæðismálin, eins og áður segir, hafa verið í forgangi. Auk lóðaúthlutana og aukinn stuðnings við leigjendur hefur verið lögð sérstök áhersla á samvinnu við uppbyggingafélög sem starfa án hagnaðarsjónarmiða. Staðfest áform á þeirra vegum eru 4.000 íbúðir. Og það auðvitað mikilvægt að þær komi til uppbyggingar sem fyrst. Til að styðja við það mun Reykjavíkurborg veita stofnframlög á móti ríkinu á grundvelli nýrra laga almennar íbúðir en eins og áður segir þá eru framlög borgarinnar til húsnæðismála 2018 til 2022 áætluð 69 milljarðar og sú tala hefur í raun verið að hækka frá því við lögðum fram húsnæðisáætlun síðastliðið vor. Uppbygging innviða áberandi bæði til að styðja við íbúðauppbyggingunni í borginni en borgin að ganga gegnum mesta uppbyggingarskeið í sögu sinni. Við þetta stutt með gerð gatna, torga, almenningssvæða og hjólastíga en einnig annarra samfélagslegra innviða eins og skóla og þjónustustofnana. Stærstu verkefnin í Úlfarsárdal þar sem að skóli, íþróttahús og sundlaug eru að rísa. Í Breiðholti verður einnig byggt íþróttahús, knatthús og fimleikahús á næstu árum, líkt og í Grafavogi þar sem fimleikahús hefur bæst við og boltahús að rísa. Viðbygging við Klettaskóla og innilaugarnar þar eru framkvæmdir sem eru býsna stórar að taka til sín en að ljúka og útilaug við Sundhöllina einnig að ljúka og munu opna á aðventunni. Þá hægt að nefna viðbyggingu við Vesturbæjarskóla sem dæmi stórt verkefni í samfélagslegum innviðum. Það hefur verið gert sérstakt átak í malbikun gatna og árið í ár líklega mesta malbikunarár í sögu borgarinnar en næsta ár verður aðeins stærra og það áfram inn í 5 ára áætlun stór malbikunarár næstu 3-4 ár. Það verið að auka núna í viðhald á húsnæði og öðrum eignum borgarinnar næsta ár og til næstu ára en formaður borgarráðs mun fara betur yfir fjárfestinguna hér á eftir. Vil þó geta þess strax vegna þess að það vantar inn í frumvarpið viðbótina í viðhaldið rekstramegin eins og það var kynnt í borgarráði en það sem kynnt var í borgarráði það stendur, það verið að bæta inn í viðhaldið rekstramegin 300 milljónum en það féll niður við lokafrágang frumvarpsins og verið leiðrétt milli umræðna. Starfsmannamálin eru líka áberandi í áætluninni. Reykjavíkurborg hefur skarað fram úr við að útrýma kynbundinn launamun á Íslandi. Nýjar athuganir stéttarfélaganna sýna á meðan launamunur kynjanna að aukast upp á 13% hjá ríkinu þá hann að minnka niður í 1,3% hjá Reykjavíkurborg. Lykillinn að þessu auðvitað aðgerðaáætlun gegn kynbundinn launamun sem samþykkt var fyrir nokkrum árum en lykiltækið kynhlutlaust starfsmat sem hefur verið endurskoðað og hefur leiðrétt laun fjölda starfsmanna undanfarin ár. Nú til viðbótar verið að stíga það skref að borgin að bjóða starfsfólki borgarinnar upp á samgöngusamninga þar sem greiddir eru styrkir til þeirra sem koma til vinnu á vistvænan hátt að minnst 3 í viku og það yfir 2300 starfsmenn sem hafa þegar þegið samgöngustyrki og það munar minna í morgunumferðinni. Starfs- og fjárhagsáætlanir málaflokka bera þess merki að sótt fram á öllum sviðum í starfsemi borgarinnar með hagkvæmni og góða þjónustu að leiðarljósi.
Ég mun aðeins snerta á einstaka málaflokkum í ræðu minni hér á eftir, en það mun vera að fara ítarlega yfir þá af hálfu formanna og annarra borgarfulltrúa við síðari umræðu, þannig að ég mun stikla á mjög stóru. En ég vil ekki láta hjá líða að þakka öllu starfsfólki og stjórnendum og ráðum fyrir undirbúning fjárhagsáætlunar á síðustu vikum, ásamt þetta fjármálaskrifstofu og skrifstofu eigna atvinnuþróunar og öðrum sem hafa unnið ötullega við að koma áætluninni saman. En ég vil líka þakka félögum mínum í meirihlutanum fyrir undirbúningsvinnuna og þessa fjórðu fjárhagsáætlun. Ég held að ég mæli fyrir munn okkar allra þegar ég segja að ágætu inngangsorð að samstarfsyfirlýsingunni hafi reynst farsælt veganesti þar sem að segir að við sem myndum meirihluti í borgarstjórn Reykjavíkur komum úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama markmiði. Með hreinskilni og heiðarleika leiðarljósa ætlum við að læra hvert af öðru og mynda heild sem auðugri en summa okkar samanlögð. Við viljum leggja okkar á mörkum til að búa til borg í þessum sama anda. Með flóknara og hraðara samfélagi og aukinni fjölmenningu viljum við frekar huga því sem sameinar okkur en að ala á sundrungu. Við viljum friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum. Við styðjum við kvenfrelsi og baráttu ólíkra hópa fyrir jafnri stöðu á þeirra eigin forsendum. Við hlúum að grasrótinni þar sem réttlætið og mannúðin dafna best. Virðing fyrir öllu fólki komandi kynslóðum og náttúrunni verður sett í öndvegi. Svo mörg voru þau orð og hafa gagnast vel. En forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú gera grein fyrir forsendum frumvarp að fjárhagsáætlun. Hún að sjálfsögðu sett fram í samræmi við 62. og 3. grein sveitarstjórnarlaga, númer 138/2011 og reglur borgarinnar gerð fjárhagsáætlunar sem þetta voru 18. júní 2015. Hún samanstendur af A- og B-hluta, samanber 60. grein laganna, en A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóði. Í aðalsjóði birtist rekstur málaflokk og þjónusta við íbúa borgarinnar sem fjármagnaður með skatttekjum og þjónustutekjum, en í eignasjóði haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna og gatna auk sérstakra skipulagsverkefna. Svo sem kunnugt hefur rekstur bílastæða og annar rekstur bílastæðasjóðs verið færður til aðalsjóðs og fasteignir færðar undir eignarsjóð. Í áætlun A-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta aðalsjóðs og eignarsjóðs, svo sem vegna innri leigu og fasteignaskatta jafnað út. Til B-hluta til að fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem að hálfu eða í meirihluti eigu eru hjá borginni, en það eru eftirtalin fyrirtæki: Faxaflóefni, félagsbústaðir, íþrótta- og sýningaöllin, Jörundur sem reyndar í slitameðferð, Malbikunarstöðin Höfði, Orkuveita Reykjavíkur, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Sorpa, Strætó, en rekstur slökkviliðs og strætó reyndar að mestu fjármagnaður með framlögum frá eignaraðilum og hlutur Reykjavíkurborgar í þeirri gjaldfærslu gjaldfærður á aðalsjóði. Hluta af þjónustutekjum íþrótta- og sýningahallar og Sorpa hlutagjöldum málaflokka innan aðalsjóðs. Að öðru leyti eru fyrirtækin fjármagnaður með þjónustutekjum. Rétt að geta þess að eins og áður eru reikningsskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur þannig að þau byggja á IFRS uppgjörstöðlum, en uppgjör annarra A-hluta og B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Framsetning samstæðuáætlunar byggir á framangreindum reikningsskila aðferðum. Í samantekinni áætlun A- og B-hluta tekjum og gjöldum vegna milliviðskipta A- og B-hluta, svo sem arðgreiðslum B-hluta fyrirtækja til A-hluta jafnað út. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég held að það sé rétt að víkja að ytri forsendum áætlunarinnar, efnahagsumhverfi og þjóðhagsforsendum, en við eins og fyrri ár sækjum grunnforsendur í þjóðhagsspá Hagstofu Íslands, raunar frá því í maí. Það kom reyndar ný þjóðhagsspá núna 3. nóvember
en sem var í stærstum dráttum í samræmi við þá frá því í vor, þannig að við höfum ekki séð ástæðu til þess að breyta forsendum af því tilefni. En til að stikla á stóru að þá hafa laun og íbúðaverð hækkað mikið umfram verðlag síðustu misseri. Undanfarin 2 ár hefur launavísitala hækkað alls 18,6% og íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu enn meira eða 34%, meðan verðlag hefur aðeins hækkað 3,3%. Kaupmáttur launa hefur þannig aukist alls 14,8% á þessu tímabili og raunverð íbúðarhúsnæðis nær 30%. Árin sem framundan eru og þessi fjárhagsáætlun nær til, þá gerir Hagstofan ráð fyrir minni aukningu kaupmáttar en undanfarin misseri, en hún verði samt áfram myndarleg í sögulegu samhengi og umfram metna framleiðniaukningu í hagkerfinu. Þróun á vinnumarkaði virðist bera þess merki að hápunkti hagsveiflunnar sé náð. Dregið hefur lítil úr atvinnuþátttöku og atvinnuleysi hefur minnkað hægar en undanfarin 5 ár. Fjölgun þeirra sem starfa í ferðaþjónustu hefur minnkað en störfum hefur einkum fjölgað í byggingariðnaði. Ég ætla ekki að fara ítarlega yfir íbúa þróun, en bendi borgarfulltrúum á að kynna sér nýjar tölur Hagstofunnar frá því í síðustu viku, þar sem að verið var að kynna þróun íbúafjölda á 3. ársfjórðungi. Þar heldur áfram býsna brött fjölgun íbúa í Reykjavík, mun meiri og hlutfallslega miklu meiri fjölgun íbúa í Reykjavík heldur en við höfum áður séð, til dæmis nokkur undanfarin ár, og erum að rýna þessar tölur og reyna að draga ályktanir af þeim. Þetta getur verið vegna aðflutt vinnuafl sem tengist byggingariðnaði, en þetta getur líka átt sér einhverjar blandaðri skýringar. Það eru ýmsar óvissur uppi, þó við tökum ekki jafn djúpt í árinu á stjórnmálafræðingurinn sem sagði í fréttum í dag að það væri algjör lömun í samfélaginu að því að væri stæðið við stjórnarmyndunarviðræður. En þá eru ýmsar óvissur tengdar ríkisfjármálum sem tengjast beint við fjárhag borgarinnar. Fjárlagafrumvarp liggur ekki fyrir, tekjuöflunarfrumvarp ríkisins liggja ekki fyrir, framlög jöfnunarsjóðs þar með ekki. Það viðvarandi rekstur og hjúkrunarheimilum og óvissan framlög vegna þeirra. Það mætti nefna fleira eins og gistináttagjald og ýmsa hluti aðra þar sem að skiptir máli að ná takti með ríkisstjórn og Alþingi, og á meðan ekki ríkisstjórn og Alþingi kemur ekki saman að þá sinnum við því í litlu, en vildum halda þessum atriðum til haga, auk þess sem að það eru mjög brýn verkefni sem lúta að börnum sem þurfa mjög mikla þjónustu og eru að lenda svolítið á milli skips og bryggju, þar sem heilbrigðiskerfið er annars vegar og sveitarfélögin hins vegar, þurfa jafnvel öryggisvistun sem er mjög dýr og ekki hefur tekist að landa samkomulagi við ríkið þetta frekar en NPA og ýmis önnur framfaramál sem að jafnframt kosta. En forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég mun nú mæla fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars, fasteignaskatta og lóðarleigu, viðmiðunartekjur elli- og örorkulífeyrisþega vegna afsláttur af fasteignasköttum og fráveitugjöldum fyrir næsta ár, tillögur gjaldskrár og tillögur lántöku vegna framkvæmda árið 2018. Það er lagt til að útsvar verði óbreytt 14,52%.
Reykvíkingar munu samkvæmt því greiða 79,9 milljarða í útsvar á næsta ári. Af því renna 72 milljarðar í borgarsjóð en 9,7 milljarðar af útsvarsgreiðslum fara í jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Á móti áætlað að borgarsjóður fái 7,3 milljarða úr jöfnunarsjóði og því má segja að 2,4 milljarðar af útsvari Reykvíkinga renni til annarra sveitarfélaga víðs vegar um landið. Og ég vil sérstaklega vekja athygli borgarfulltrúa annarra á mjög greinargóðri framsetningu á þessu heildarsamhengi sem kemur fram í greinargerð með fjárhagsáætlun. En þessi atriði voru reyndar líka til umfjöllunar á síðustu fjármálaráðstefnu sveitarfélaga þar sem kom býsna skýrt fram að Reykjavík í raun að greiða niður útsvarslækkun Garðabæjar og annarra sveitarfélaga sem fá útgjaldajöfnunarframlag vegna skólamála til sín og nota það til að lækka hjá sér útsvarið. Og þetta auðvitað svolítið sérstakt því að ég vissi ekki til þess að öll þau sveitarfélög sem fá þannig útgjaldajöfnunarframlag vegna skólamála þurfi á sérstökum greiðslum að halda frá borginni, en svona þetta nú samt og þarna var verið að kynna tillögur nefndar sem leggur til að þetta verði afnumið þannig að þetta heyri sögunni til. En það er nú önnur saga. Lagt til að álagningarhlutfall lóðarleigu verði óbreytt eða 0,2% en álagningarhlutfall fasteignaskatt af íbúðarhúsnæði lækki úr 0,2% í 0,18%. Með þessu verið að milda áhrif hækkunar fasteignaverðs á þá sem borga fasteignagjöld og skatta. Áætluð áhrif lækkunarinnar á borgarsjóð eru metin á 456 milljónir á næsta ári og heildartekjur af fasteignasköttum af íbúðarhúsnæði eru að lækka þar af leiðandi 2,5 milljarð í 5 ára áætlun samanlagt. Það þarf auðvitað ekki að taka fram að þetta með allra lægstu álagningarhlutföllum fasteignagjalda íbúðarhúsnæðis í landinu. Ennfremur lagt til að álagningarhlutfall fasteignagjalda af opinberu húsnæði verði óbreytt eða 1,32 og af atvinnuhúsnæði 1,65. Fasteignagjaldatekjur af opinberu húsnæði eru 2,5 milljarðar en atvinnuhúsnæði 12,1 milljarður. Lóðarleiga af opinberu húsnæði og atvinnuhúsnæði er óbreytt í 1% og heildartekjur af þeim lið áætlaðar 1,1 milljarður. Eftir samráð við félag eldri borgara í Reykjavík þá var ákveðið að hækka afslætti sem eldri borgarar og öryrkjar njóta af fasteignasköttum og fráveitugjöldum í Reykjavík. Tekjuviðmiðin voru hækkuð 25%. Það hefur þau áhrif ásamt þessar almennu lækkun sem ég fór yfir áðan að afslátturinn það bil 50% að meðaltali hjá ellilífeyrisþegum og öryrkjum. En það fer auðvitað eftir tekjum hver einn fær mikinn afslátt. Þeir sem eru með lægri tekjur, þeir greiða engin fasteignagjöld, en þeir sem eru með hæstu tekjurnar greiða full fasteignagjöld. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, mér langaði þá til að fara yfir markmið í fjármálastjórn eins og þau eru sett fram í áætluninni. Í fyrsta lagi það sjálfbær grunnrekstur og að hann sé í jafnvægi að teknu tilliti reglulegra tekna. Í öðru lagi sjálfbær fjármögnun fjárfestinga. Í þriðja lagi stöðuleiki, þar að segja útgjöld til rekstrar og fjárfestinga þróist með sem stöðugustum hætti yfir hagsveifluna. Í fjórða lagi greiðsluhæfi, að
lána og fjárstuðning A-hluta að tryggja ávallt sé unnt að standa við skuldbindingar sveitarsjóðs og fjárhagslegt gegnsæi að birta skuli reglulega upplýsingar um fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og ytri aðilum að meta fjárhagsstöðu A-hluta og fjárhagslegt bolmagn til að standa við skuldbindingar sveitarsjóðs. Og af því tilefni að þá hægt að nefna samhliða núna því að það mælt fyrir fjárhagsáætlun að þá hún birt undir opnum gögnum eins og verið hefur undanfarin ára en jafnvel með ítarlegri hætti en áður. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég viss það að ýmsir munu staðnæmast við útkomuspá þessa árs við yfirferð yfir gögnin sem að fyrir liggja og hafa verið að reyna að glöggva sig á áhrifum af lífeyrisuppgjörsmálum sem að fram fóru á þessu ári vegna þess að það gengur yfir í raun nokkrar lykilstærðir sem að við höfum oft rætt í þessum sal eins og veltufé, eins og hreinar skuldir og fleira. Á árinu 2017 mun sem að fara fram uppgjör við A-deild brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga. Uppgjörið felur í sig að Reykjavíkurborg skylt að gera upp áfallnar skuldbindingar við A-deild brúar miðað við 31. maí síðastliðinn en nýtt kerfi réttinda ávinnslu tók gildi 1. júní síðastliðinn. Borgarsjóði jafnframt skylt að gera upp áætlaða framtíðarskuldbindingar vegna framlags í lífeyrisaukasjóð sem á að fjármagna mismun réttinda í nýju og eldra kerfi gagnvart þeim sem eru 60 ára og eldri og hafa hafið töku lífeyris eða eru virkir sjóðsfélagar. Ennfremur borgarsjóði skylt að greiða sérstakt framlag í varúðarsjóð til tryggingar fullnustu áður nefndra skuldbindinga. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að heildarfjárhæð vegna uppgjörsins nemi 14,8 milljörðum króna en endanleg fjárhæð mun liggja fyrir síðar á árinu. Af þessum 14,8 milljörðum gert ráð fyrir að 3,750 milljónir séu vegna áfallinna skuldbindinga, 1 milljarður vegna varúðarsjóðs og 10 milljarðar vegna lífeyrisaukasjóðs. Í ljósi sterkrar fjárhagsstöðu borgarinnar var ákveðið að Reykjavíkurborg myndi greiða upp þessar skuldbindingar að fullu með peningum en fyrir árinu var jafnframt tekið tæplega 5 milljarða skuldabréfalán fyrir þriðjungi greiðslunnar. Aðeins það hvernig þetta fært í bækur borgarinnar því að við erum eiginlega kannski að taka svolítið forskot á sæluna varðandi umræðu við ársreikning en gott og vel til glöggvunar að því að nú erum við að lesa þetta allt saman í samhengi þá áformar Reykjavíkurborg að nýta sér bráðabirgðaákvæði við reglugerð númer 1212/2015 þar sem sveitarfélögum heimilt að fara til eignar sem fyrirfram greiðslur framlög við uppgjör A-deildar brúar á árinu 2017 vegna reiknaðs framtíðarhalla A-deildar sjóðsins. Ræða framlög í lífeyrisaukasjóð og framlög í varúðarsjóð. Fyrirframgreiðslur í lífeyrisaukasjóð vegna áætlaðs framtíðarhalla skal gjaldfæra með jöfnum fjárhæðum á 30 árum en fyrirframgreiðslur vegna varúðarsjóðs skal gjaldfæra með jöfnum fjárhæðum á 20 árum. Hins vegar skal gjaldfæra á árinu 2017 þann hluta framlag sem ætlaður til að gera upp áfallna skuldbindingu. Og þetta munum við gera og þessar tölur eru komnar inn í útkomuspána og það má kannski spyrja sig hvers vegna þessi lífeyrisskuldbinding vegna brúar komi ekki fram á skuldahlið efnahagsborgarinnar. Skýringin sú að fyrst eru farið tæpir 15 milljarðar inn á skuldbindingu í efnahag og á móti færast tæpir 3,8 milljarðar á gjöld í rekstri en mismunurinn 11,2 færist inn á eign í efnahag sem fyrirframgreidda launakröfur og við sjálfa greiðsluna á tæpum 15 milljörðum fer svo fjárhæð úr sjóði og til lækkunar á lífeyrisskuldbindinginu við brú sem eyðist þannig úr skuldahlið efnahags. Og þetta skildu allir. Ég sé af gleði vibrum munn og andlit borgarfulltrúa að þetta afskaplega skýrt
Ég reyndar velti því upp af hverju þetta teljist ekki til peningalegra eigna, en það er víst búið að binda þetta svona inn í brú þannig að þetta færist út úr í raun peningalegum eignum þegar við erum að meta hreinar skuldur og þess vegna virðast þar hækka sem nánast þessu nemur eins og við komum að hér á eftir. En þá skulum við víkja frá lífeyrismálunum yfir í rekstrar niðurstöðu A-hluta, þó lífeyrismálin séu þar ekki langt undan vegna þess að ef við horfum á þróun á rekstrar niðurstöðu A-hluta að þá sjáum við að sú niðurstaða við fyrst og fremst sveiflast með út af tveimur atriðum, annars vegar eru það að segja launahækkanir og skuldbindingar umfram vöxt í tekjum sem að hafa reynt auðvitað á reksturinn á undanförnum árum og síðan hafa gjaldfærslur vegna lífeyrisskuldbindinga verið áberandi. Og bláu súlurnar eru sem sagt rekstra niðurstaða með lífeyrisskuldbindingum og þá sjáum við sérstaklega árið 2015 þegar var tekið inn bæði lífeyrisskuldbindingar út af miklum kjarabótum en líka út af breyttri áætlun aldur að þá vorum við miklum mínus sem við hefum ekki verið ef ekki hefði verið fyrir lífeyrisskuldbindingarna því að gráu súlurnar sýna rækilega hvernig þetta væri án breytingar lífeyrisskuldbindinga. Og ég ætla ekki að rekja allar þessar tölur en áætlun 2018 gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða verði jákvæð 3,4 milljarða og rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði sé jákvæð og nemi 3,9 milljörðum. Rekstrartekjur A-hluta eru áætlaðir 116,9 milljarðar, þar af skatttekjur tæpir 90,8. Rekstrarútgjöld A-hluta eru áætlaðir 108,1 milljarður, þar af laun og launatengd gjöld 62 milljarðar. Breyting lífeyrisskuldbindingar 5,4 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 40,7 milljarðar og afskriftir 4,9 milljarðar. Áformaðar fjárfestingar nema 8,7 milljörðum og miðað við að það verða miklu leyti fjármagnar og rekstur og með eignatekjum en áætlaðan langtíma lántöku nema 30% af brúttó fjárfestingum eða 5,7 milljörðum. Varðandi útkomu þessa árs að þá er reynt að draga fram á þessari mynd áhrifin sem brú hefur. Ef ekki væri fyrir brú þá væri niðurstöðutalan kringum 4,5 milljarður en þó er þetta bráðabirgðatala þessar 500 milljónir sem núna eru áætlaðar í afgang eða rekstrarniðurstöðu í útkomuspánni. Þarna vantar inn býsna stóra tölur í lóðasölu sem munu væntanlega koma inn í 9 mánaða uppgjör og útkomuspá sem kynnt verður hér fyrir seinni umræðu þannig að við töpum okkur ekki umræðu þessa tölu þarna. Nú, hér er býsna skýr mynd sem þræðir sig frá útkomuspá 2017 til áætlunar 2018. Það auknar tekjur í samfélaginu, það hækkun á fasteignaverði, þetta skilar auknum tekjum en það eru líka lægri gjaldfærslur á lífeyrisskuldbindingum miðað við 2017 sem að leiða til þess að við endum í tölunni 3,4 milljarðar og ef einhver er að velta því fyrir sér þá er það rétt munað að það hefur sjaldan aldrei verið lögð fram fjárhagsáætlun með þetta miklum rekstrarafgangi í niðurstöðutölu. En skatttekjur eru sem þetta að hækka ekki vegna hækkunar skatta heldur vegna aukinna tekna í samfélaginu og lífeyrisskuldbindingin er að lækka. Þegar við skoðum magnbreytingu að þá sjáum við að hagræðingarverkefnið sem við fórum í 2016 skilaði sér allrækilega inn í reksturinn og við njótum þess núna.
en þær viðbótarbætur sem gerðar hafa verið sérstaklega í skóla og velferðarþjónustuna í kjölfar viðsnúningsins sem varð í rekstrinum endurspeglast í magnaukningu sem þarna sést. Svartalínan stendur fyrir meðal íbúa fjölgun og með þessar nýju tölur Hagstofunnar erum við töluvert yfir meðal íbúa fjölgun á þessu ári. Þetta þarf allt að lesa saman að sjálfsögðu. Nú þá koma hér nokkra myndir sem að allar segja sína sögu en stuttasagan svo að þarna sjáum við býsna rækilega hvernig uppgjörið við brú hefur áhrif á veltufé frá rekstri sem væri 10,8% ef ekki væri fyrir brú sem sveiflarinn í 7,1% á þessu ári en yrði 9,4%, verður 9,4% á næsta ári og þessi tala með fyrirvara útkomuspána sem við munum leggja fyrir endurskoða við síðar umræðu. Sömu sögu að segja af hreinum skuldum. Þarna sjáum við bein áhrif uppgjörsins við brú en vegna þess að sem í heild 15 milljarðar að þá gert ráð fyrir að handbært fé lækki en eign myndast sem langtímakrafa á brú að fjárhæð 11 milljarðar. Þannig að það fer út úr handbæru fé á móti en myndar þarna þessa eign í staðinn fyrir að vera peningalega eign. Sama sjáum við þegar við skoðum veltufjárhlutfall A-hluta og við erum sem að sækja í hagstæðari vaxtakjör heldur en ef við hefðum þegið lán á 3,5% vöxtum frá brú og gera þessa lífeyrisskuldbindingu upp þannig. Við erum sem að nota handbært fé annars vegar og skuldabréfaútboð á hagstæðari vöxtum til þess að fjármagna þetta. Við sjáum þetta sama þegar við skoðum skuldaþekju hlutfallið og þessar myndir eru allar í greinargerð með fjárhagsáætlun. Nú Já, búin að rekja tekjur A-hlutans en ef við skiptum því aðalsjóð og eignasjóð að þá eru rekstrartekjur aðalsjóðs áætlaðar 115,9 milljarðar, þar af skatttekjur 92,5. Rekstrarútgjöld aðalsjóðs eru 104,4 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 60 milljarðar. Breyting lífeyrisskuldbindingar 5,4 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 59 milljarðar. Rekstrartekjur eignasjóðs eru áætlaðar 22,4 milljarðar, þar af söluhagnaður eigna og lóða 3,2 milljarðar. Rekstrargjöld eignasjóðs eru áætlaðar 14,1 milljarður, þar af laun og launatengd gjöld 2 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 7,1 milljarður og afskriftir 4,9 milljarðar. Nú, þá víkjum við að samstæðunni. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum sveitarfélögum skylt að fylgja eftirfarandi fjármálareglum, annars vegar jafnvægisreglu sem eru samanlögð heildarútgjöld samstæðu og þau séu á hverju 3 ára tímabili ekki hærra en nemur samanlögðum reglum tekjum og skuldareglu sem sú að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu séu ekki hærra en 150% af reglulegum tekjum. Orkuveitan þar undanskilin samkvæmt reglugerð 502/2012 en við sjáum það að rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar á næsta ári áætluð jákvæð 17,2 milljarða og afgangurinn 24,7 fyrir fjármagnsliði. Þennan góða afgang má einkum rekja til Orkuveitu Reykjavíkur félagsbústaða og félagsbústaða vegna matsbreytinga fasteignaeigna félagsins en raunar líka til A-hlutans. En ég vek þó athygli á því að það eru býsna mikil umskipta á fjármagnslið hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem einkum má rekja til álafleiða. Hún var jákvæð á þessu ári 8,8 milljarða
en áætluð neikvæð 12 milljarða á næsta ári. Gengið hefur líka verið jákvætt 6,5 milljarða á þessu ári en aðeins 600 milljónir á næsta ári og þess vegna svolítið munur á þessu ári og næsta hvað þetta varðar. En það sem skiptir máli að við sjáum í 5 ára áætlun að það gert ráð fyrir stigbatnandi afkomu til ársins 2022. Það sterkt veltufé frá rekstri á móti tekjum samstæðum en það lækkar þó bæði árið í ár og næsta ár sem einkum rekja til A-hluta og þetta raun útgáfa sömu mynd og vorum að skoða hér áðan og greina áhrif brúar. Hlutfallið fer svo hækkandi til ársins 2022 sem einkum má rekja til þess að veltufé frá rekstri sem hlutfallið tekjum styrkist mikið hjá A-hlutanum. Það skiptir máli að veltufé frá rekstri sé sterkt til að greiða megin niður skuldir samstæðu og unnt sé að sinna fjárfestingaþörf samstæðunnar á sama tíma. Og fjárfestingaþörfin mikil. Við erum núna búin að vera fjárfesta umtalsvert 2016 25 milljarða í samstæðunni. Í ár fer þetta í tæpa 40 milljarða og við erum að sjá svo öflug eða stór ár í fjárfestingu nánast út alla 5 ára áætlun. Þar munar töluvert fjárfestinguna hjá A-hlutanum en líka því að Orkuveitan farin að endurnýja veitur af miklum þrótti og fara í aðrar fjárfestingar á grundvelli sinnar 5 ára áætlunar og síðast en ekki síst að þá stóra breytingin hjá félagsbústöðum sem núna bæta við sig 600-700 íbúðum í eignasafnið og eins og aðrir sem kaupa íbúðir það tekið að láni að stórum hluta en fjárfesting það eigi að síður og sést á þessu yfirliti. Ef við skoðum það sem hlutfall af tekjum þá sjáum við að fjárfestingar aukast úr 16,4% af tekjum í 23% af tekjum en frá og verða svona að meðaltali 20% af tekjum til ársins 2020 og taflan skiptir þessu niður á svona persónur og leikendur í samstæðunni. Hér sjáum við hvernig veltufé frá rekstri spilar saman við þetta. Við erum í það miklum brúttó fjárfestingum á þessar og næsta að veltufé nær ekki að brúa það en það jafnar sig aftur það samhengi. Ef við skoðum afborganir langtímalána þá sjáum við að borgarsjóður að taka núna þetta 5 milljóna króna lán fyrir lífeyrisskuldbindingum á þessu ári mun fjármagna 30% af fjárfestingu með lántökum á næsta ári. Orkuveitan heldur áfram að borga niður lán en þó viðbúið að þar verði einhver endurfjármögnun lána en við erum í nettó auknum lántökum núna tímabundið og það skýrist einkum vegna aukinna lántöku hjá félagsbústöðum sem eru í þessum mikla uppbyggingarfasa. Og það vegna þess að félagsbústaðir taka hátt hlutfall af sínum fjárfestingum að láni til langs tíma þegar verið að kaupa eða byggja nýjar íbúðir. En árin 2021 og 2022 gert ráð fyrir minnkandi lántökum samhliða minnkandi fjárfestingum samstæðunnar og eykst þá niðurgreiðsla skulda nýju á þeim árum. Greiðslugeta samstæðunnar mjög mikil og hérna sjáum við getur samstæðunum til að standa við
bundnar afborganir lána og skuldbindingar. Þarna sést svigrúmi sem reksturinn veitir til að sinna nauðsynlegri fjárfestingaþörf og við erum eiginlega að koma út úr kröppundansi eins og hann var 2013 þegar var alveg stál í stál, sérstaklega hjá Orkuveitu Reykjavíkur, en nú hefur reksturinn tekið við sér og greiðslugetan styrkst til muna frá og með árinu 2015. Það þarf ekki að koma neinum á óvart að við erum innan fyrir ofan alla viðmiðanir gagnvart jafnvægisreglu samkvæmt sveitarstjórnarlögum þegar er að ræða rekstrarútkomu. Við vorum með erfitt ár 2015 út af lífeyrisskuldbindingunum, en þarna eru sem alltaf lögð saman 3 og 3 ár. Og þetta er komið í býsna góð mál núna og verður ennþá betri eftir að 2015 hættir að teljast með. En við sjáum líka þegar við erum að miða okkur við skuldaviðmið að þar erum við víðs fjarri lögbundnu hámarki. Við erum í kringum 100% með samstæðuna og verðum áfram og förum lækkandi á 5 ára áætlun. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að stikla á mjög stóru þegar fagsviðin eru annars vegar, en við munum fjalla ítarlega þau hér í síðari umræðu. Á íþrótta- og tómstundasviði að þá erum við auðvitað með mjög mikilvæg verkefni, rekum sundlaugar og íþróttamannvirki og styrkjum frístundastarf að ýmsu tagi, leggjum áherslu á vellíðan, heilbrigði, upplifun og þroskandi viðfangsefni. Þarna sinnum við samstarfi við íþróttarhreyfinguna og æskulýðsfélög og auðvitað alla sem koma að skyldum verkefnum og við sjáum af tölum úr frístundakortinu að það er gríðarlega hátt hlutfall barna á aldrinum 6 til 18 ára sem skráð í skipulagt starf sem nýtur stuðnings úr frístundakortinu. Og alþjóðlega þetta algjörlega ótrúlega tölur. Það er þó þannig að við sjáum þarna aðeins lægri tölur í póstnúmeri 111, reyndar aðeins í lægri kantinum í 101 líka og síðan 109 og það getur verið ástæða til að skoða þetta sérstaklega og setja inn sérstök úrræði eða verkefni til þess að bæta þarna úr og munum við skoða það milli umræðana. Árið 2018 verður mikið framkvæmda- og fjárfestingaár þegar það kemur að íþrótta- og sundlaugamálum og viðhaldi. Við förum inn í framkvæmdir í fjölskyldu- og húsdýragarðinum, við erum að ljúka framkvæmdum við sundhöllina, bæði útisundlaug, búningsklefa og afgreiðslu og þar verður opnað núna á aðventunni. Við höfum verið í endurbótum líka við Breiðholtslaug og í afgreiðslunni þar, en stóru tölurnar eru síðan inn á 5 ára áætlun. Það er áætlað að verja 11 milljörðum í uppbyggingu íþrótta- og tómstundamannvirkja og sundlauga í Reykjavík á árunum 2017 til 2022 og manni nánast bregður við að heyra þessa tölu, en stóru samningarnir eru þetta þarna Úlfarsárdalssamningarnir, Breiðholtssamningarnir og laugamálin. En þetta tengist auðvitað heilsuborgarstarfsemi
stefnu Reykjavíkur og þar má reyndar líka nefna núna að borgarstjórnin hefur ákveðið að gefa út heilsu- og menningarkort eldri borgara sem fá núna frítt í sund frá 67 ára aldri og kynna rækilega hvað í boði fyrir þann aldurshóp bæði sem tengist hreyfingu og heilsurækt en líka menningarframboði. Ef við stöldrum stutt við ramma íþrótta- og tómstundasviðs þá eru sem þetta koma inn þarna verkefni sem hafa verið í uppbyggingu og farið verið betri yfir hér í annarri umræðu. Sama má segja tekjur og gjöld og einstök verkefni. Menningar- og ferðamálasviði svipað sögu að segja. Það eru þetta gríðarlegur vöxtur í ferðaþjónustu og mjög mörg verkefni á því sviði og tengslu við viðburðahald sem að eðlilegt væri að staldra við og meðan stórra verkefna sem eru framundan viðbygging við Grófarhúsið og ný sýning í Sjóminjasafninu. Það áfram unnið að rafvæðingu gestakortsins og með það markmið að auka tekjur menningarstofnana í tengslu við ferðaþjónustuna. Það hafa verið ákveðnar skipulagsbreytingar, viðburðateymi flyst núna á skrifstofu menningarmála. Við erum með nýtt verkefni sem heitir Tónlistarborgin og það voru setta mikilvægar verklagsreglur sem tryggja að listamenn fá eðlilega greitt fyrir störf sín í tengslum við sýningahald hjá Listasafni Reykjavíkur og dansverkstæði að bætast við sem nýr samstarfs- og styrkþegi hjá borginni. En það mun vera farið betur yfir þetta hér líka í síðara umræðu. Það eru þetta mjög stórar stofnanir sem njóta styrkja borgarinnar eins og Borgarleikhúsið og Harpa en þær eru miklu fleiri. Á skóla- og frístundasviði sem langstærsta sviðið í framlögum tali á borginni að þá þetta allt undir skólar, leikskólar, frístund og skólahljómsveitir. Ég geri ráð fyrir því að formaður sviðsins muni fara ítarlega yfir stöðuna í skólamálum hér í annarri umræðu. Það mætti nefna fjölmörg verkefni, meðal annars mótun menntastefnu og fleira og fleira. Upphæðirnar til skóla- og frístundamála hafa verið að hækka og gera það umtalsvert í áætluninni núna og það hefur verið tekið saman af sviðinu hverja viðbæturnar hafi verið frá því að viðsnúningu varð í fjármálum borgarinnar og haustið 2016 þá bættust við 330 milljónir inn í leikskólana og síðan í áætlun 2017 450 milljónir. Það er að bætast núna inn í ramma til viðbótar rúmar 200 milljónir. Þannig að þetta umtalsvert inn í leikskólahlutann. Inn í grunnskólahlutann eru tölurnar raunar ennþá hærri. Þar bættust við 550 milljónir haustið 2016 og 780 milljónir inn í fjárhagsáætlun 2017 og síðan inn í ramma fyrir 2018 tæpur hálfur milljarður og munar minna og þetta til þess að styðja við faglegt og gott skólastarf og þá sókn í skólamálum sem að meirihlutinn hefur á stefnuskrá sinni. Umhverfis- og skipulagssvið hefur unnið baki brotnu við að undirbúa og skipuleggja þetta mikla uppbyggingarskeið sem við erum
að verða vitnað í sögu borgarinnar. Það má segja að sviðið hafi verið á ákveðnum yfirsnúningi en staðið sig gríðarlega vel. Innleiðing aðalskipulags Reykjavíkur er orðin afar sýnileg borgarbúum. Við sjáum reiti vera að byggjast upp hvarvetna og fjárfestingu skila sér í betra umhverfi og betri lífsgæðum alla borg. Það verður farið ítarlega yfir þetta hér í annarri umræðu en ég verð þó að nefna samgöngumálin sem eru auðvitað nátengt skipulagsmálunum. Þar eru hlutir að gerast býsna hratt. Við héldum á síðasta vetri fundum samgöngumál og ræddum þar að innan árs yrði komin hjólaleiga, Zipcar eða deilibílar og að það væri búið að finna borgarlínunni, sem sagt velja leiðir fyrir borgarlínu og allt þetta gekk eftir á hálfu ári. Til viðbótar hafa komið síðan samgöngusamningar sem eru líka hluti af samgöngustefnunni og síðan unnið ötullega að hjólreiðaáætlun. Það væri hægt að fara yfir fjármál umhverfis skipulagssviðs út úr tekjum af gjaldskrám og lesa uppbygginguna því að hún tekur gjaldskrárnar taka núna meira mið af raunkostnaði sviðsins og tekjurnar hafa verið að hækka umtalsvert sem því nemur. Við gerum ráð fyrir því að bæta í viðhald á götum og viðhald á fasteignum á næsta ári umtalsvert og vinna markvisst með það og það er auðvitað verið að vinna að þessu á öllum sviðum innan umhverfis- og skipulagssviðs. Rekstrarkostnaðurinn deilisjóðinnar bæði á aðalsjóð og eignasjóð því að sú vinna sem að umhverfis- og skipulagssvið vinnur með eignir og þar með talið land er borgað af eignasjóði. Það eru nokkra viðbætur í áætluninni sem við gerum ítarlegri grein fyrir í annarri umræðu. En hér sést reyndar hækkunin á viðhaldi fasteigna í eignasjóði sem ekki fór alla leið inn í heildarfrumvarpið en verður þar við loka afgreiðslu. Þá erum við komin á velferðarsviði, gríðarlega stórt svið líka sem vinnur að virkni og vellíðan, frumkvæði og sköpunarkrafti á ótal mörgum sviðum mannlífsins. Hér aldrei þessu vant horfum við aðeins aftur í tíman, þetta er bara til að bregða upp mynd af því hvað framlögin til velferðarmála hafa verið að hækka hjá okkur í alls konar og margþætta þjónustu, meðal annars á sviði fólks með fötlun og þeirra sem eldri eru og ýmiss konar úrræða. En það verður að hluta til verið að segja má, óbeint fjármagna með því að það hefur minna farið í fjárhagsaðstoð því að það hefur tekist að veita einstaklingum stuðning til þess að sjá sér farborða eftir öðrum leiðum á markvissan hátt og þannig að fjárhagsaðstoðin sem er efri hluti súlunnar hefur verið að minnka markvisst á undanförnum árum en framlögin til velferðarmála hafa eins vegar aukist. Húsnæðismálin hafa og verða fyrirferðarmikil á velferðarsviðinu. Það er búið að gera áætlanir fjölgun sérstakra búsetuúrræða og það er verið að kaupa íbúðir núna til þess að mæta bráðavanda og nýjastu tölur eru að þetta eru konar 70-75 íbúðir sem hafa verið keyptar síðustu vikum af skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og unnið í samvinnu við velferðarsvið að úthluta þeim og sama tíma hafa félagsbústaðir verið að kaupa 50-60 íbúðir þannig að þeim hefur fjölgað býsna hratt á undanförnum vikum. En það er líka verið að
við höfum líka verið að auka sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra sem eru á leigumarkaði og hafa litlar tekjur. Og það nýtist bæði þeim sem leigja hjá okkur á félagsbústöðum en líka þeim sem eru með lágar tekjur og leigja á almennu markaði. Við förum betur yfir þetta hér í síðar umræðu, verkefnin á velferðarsviði, en varðandi skrifstofur í miðlægri stjórnsýslu þá fara þær með forystuhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu borgarinnar. Þar fylgt eftir stefnumörkum með upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við fagsvið borgarinnar, auk þess að halda uppi virku eftirliti með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu og fjárhagslegar heimildir. Miðlægri stjórnsýslu ber einnig að greiða fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum með að styrkja gagnvirkt upplýsingafræði milli stjórnendasviða og stofnana borgarinnar, íbúa og annarra samstarfsaðila. Stóru verkefnin í miðlægri stjórnsýslu verða áframhaldi innleiðing á hugbúnaði vegna stjórnendaupplýsinga og aukin upplýsingamiðlun, rafræn þjónustumiðstöð, snjallborgarverkefnið og innleiðing nýrra þjónustustefnu og vefstefnu. Halldór Auðar Svansson, formaður stjórnkerfis- og lýðræðisráðs, mun koma betur inn á þetta hér bara á eftir. En það er líka mikil áhersla það í miðlægri stjórnsýslu að vinna áfram með kynbundinn launamun, samgöngusamninga, heilsueflingu, stjórnendaskóli sem er nýr. Nú það er verið að vinna að undirbúningi innleiðingu á nýrri persónuverndarlöggjöf og gagnastefnu, sköpunartorgs, hverfasjóðun, þróunar, hverfisráð og eflingu umboðsmanns borgarbúa svo fátt eitt sé talið. Undir þennan flokk gæti líka fallið aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, starf ofbeldisvarnarnefndar, öldungaráðs, fjölmenningaráðs og stefna í málefnum innflytjenda og margt fleira, auk verkefna mannréttindaskrifstofu sem eru mikil og mikilvæg. Hér er bara brugðið upp mynd af fjármálum, miðlægrar skrifstofu, hvernig þetta skiptist og ég bendi borgarfulltrúum á fjárhagsáætlunina hvað þetta snertir. Þarna geta komið óvæntir liðir eins og alþingiskosningar og gera það oft á eðlilega en það er hugsanlegt að verða ekki alþingiskosningar á næsta ári en ég þori engu að lofa í því efni. Þá erum við komin í B-hlutann og ég vona að borgarfulltrúar virði það við mig að ég fari mjög stutt yfir málaflokkana, við tökum þá ítarlega hérna í seinni umræðu. En ég er að sjálfsögðu líka tilbúin að svara spurningum bæði nú og þá varðandi einstaka þætti, varðandi fyrirtækin í B-hluta að þá fóru þau mörg í gegnum ýmislegt í tengslum við hrunið og árin eftir hrun. Faxaflóahafnir kannski hvað síst, sá rekstur er í býsna föstum skorðum og það er gert ráð fyrir svipuðum niðurstöðutölum eiginlega á öllum póstum eins og í ár hjá Faxaflóahöfnum. Það verða áfram fjárfestingar, tæpir 2 milljarðar, áfram ágætis hagnaður og góðar, jafnar og öruggar tekjur inn í 5 ára áætlun. Félagsbústað þar hefur verið að reiknast mikill hagnaður. Það kannski ekki fleiri krónur í kassan, þetta matsvirði eigna félagsbústað sem hafa verið að hækka í verði og skila sig inn sem hagnaðartölur í reikninga félagsins. En stóru tölurnar á næstu 5 ára þarna eru fjárfestingar og ný langtímalán vegna fjölgunar íbúða. Að öðru leyti er rekstur félagsbústaða í járnum ef svo má segja. Orkuveitan hana mætti að hafa gríðarlangt mál. Hún er í stuttumáli komin fyrir vind. Áætluð rekstrarniðurstaða á næsta ári er 8,7 milljarðar. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum eru tæpir 20
Árið ár reyndar líka töluvert fjárfestingaár í Orkuveitunni en það langt síðan við séð svona háar tölur í fjárfestingu í Orkuveitunni og það sama má segja 5 ára áætlun Orkuveitunnar. Þar eru hærri fjárfestingatölur heldur en oft áður þó að næsta ár sé sannarlega stærst. En það að hluta til vegna þess að Veitur að fjárfesta samhliða uppbyggingu nýrra hverfa og þannig að hvar sem litið þá eru Veitur auðvitað með í för og raunar hafa framkvæmdir Veitna verið býsna áberandi að undanförnu í borginni eins og framkvæmdirnar meðfram Miklubraut eru ágætis dæmi Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins líki býsna föstum skorðum. Þannig gert ráð fyrir 50 milljóna króna afgangi. Það verið að bjóða út nýjar slökkvibifreiðar. Þær sem fyrir eru komnar býsna mikið til ára sinna og við erum að greina þörf og staðsetningu nýrar hugsanlegra slökkvistöðvar og þá hugmyndin að loka Tunguhálsinum á móti. Sorpa líka að fara að fjárfesta nokkuð duglega í jarð- og gasgerastöð og stóra tölur á næsta ári út af því að öðru leyti í býsna föstum skorðum. Strætó í mikilli sókn, það verið að auka þjónustu strætó fyrir 0,5 milljarð á næsta ári, meðal annars með aukinni tíðni á leið 6 og næturstrætó sem hefur ekki verið rekinn í allmörg ár á höfuðborgarsvæðinu og þetta hluta af þeirri stefnu strætó að fjölga farþegum og létta á annarri umferð í borginni og tengist auðvitað því að við viljum á næstu árum sjá fleiri nýta sér almenningssamgöngur og borgarlínan kemur þar sterkt inn í þessa mynd og að það sé gert að miklu umtalsefni hér og þá gert ráð fyrir borgarlínu inn í fjárfestingaáætlun þegar framdregur þannig að við höfum sannarlega svigrúm til þess að gera samninga við ríkið borgarlínu og hefja fyrstu áfanga þeirra framkvæmda. En þá ég eiginlega komin inn í frumvarp að 5 ára áætlun sem að ég vil líka mæla fyrir og hún til loka árs 2022. Ég vek athygli borgarstjórnar á því að 5 ára áætlun öll á breytilegu verðlagi eins og hún framsett. Rekstrarniðurstaða A-hluta eins og áður segir 3,4 milljarðar 2018, 5,6 milljarðar 2019, 7,6 milljarðar 2020, 10,8 milljarðar 2021 og 9,8 milljarðar 2022. Þetta sterk útkoma út frá þeim forsendum sem við erum hér að vinna eftir. Sterkari og sterkari útkoma. Þessar töflur eru býsna greinagóðar sem sýna hvernig þessi niðurstaða fengin og auðvitað margt háð óvissu og það á alveg sérstaklega við framtíðina og en ég held að þetta sé mjög traustur grunnur fyrir borgina til þess að horfa til framtíðar og sýnir í senn bæði sterkan tekjugrunn en líka raunhæfan og traustan rekstur hjá okkur. Ég vek sérstaklega athygli á því að fjárfestingar A-hluta eru geysilega miklar á þessu 5 ára tímabili. Stærstu árin eru árið í ár og næsta ár, svo aðeins minnkar það, en þetta alveg gríðarlega mikil fjárfestingaár og það sama má segja samstæðuna, rekstrarniðurstaða samstæðu árið 2018 eru 17,2 milljarðar, 19 milljarðar, 20 þeir 20,1 milljarður, 21 22,7 milljarðar, 22 22,5 milljarðar. Þetta sýnir sterkari og sterkari rekstur og áætlað að fjárfestingar samstæðunnar, þess að Reykjavíkurborgar og fyrirtækjaborgarinnar verði 188,9 milljarðar
á tímabilinu 2018 til 2022. Nýjar lántökur verði 78,8 milljarðar en afborgun langtíma lána vegur auðvitað þungt þar á móti eins og áður var rakið. Með fjárhagsáætlunum fylgir fjárfestingaáætlun sem ég bið borgarfulltrúum að glögga sig á. Björn Blöndal, formaður borgarráðs, kemur inn á hann og rekur í aðalatriðum hér á eftir. En ég vil bara rétt draga fram sem ég nefndi í upphafi að framlög borgarinnar til húsnæðismála eru býsna umfangsmikil en dreifast á mjög marga málaflokka. Þannig við höfum verið að draga saman hversu mikil þau eru. Þetta er uppfærsla á tölunum sem við drógum saman fyrir húsnæðisáætlunina í vor. Þar var samandregin tala 59 milljarðar en reiknast nú 69 milljarðar til ársins 2022. Þá verið að leggja saman stofnframlög vegna almennra íbúða, sérstök búsetuúrræði, þar sem rekstrarhlutann, búsetuúrræði utangarðsfólks, uppbyggingaráætlun búsetuúrræði sem eru 9 sérstöku búsetuúrræðin, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og sérstakar húsnæðisbætur og framlög til félagsbústaða. Fjárfestingar félagsbústaða sjálfra vega síðan þetta þungt. Hinar tölurnar eru 50 milljarðar samtals og síðan það tæpir 20 sem að bætast við. Forseti, kæru borgarfulltrúar, svona samandregið lítur stóra myndin út. Ég hef mælt fyrir frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 og frumvarpi að 5 ára áætlun fyrir A-hluta og samstæðu og legg til að þeim verið vísað til annarrar umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 7. desember næstkomandi. Ég hef mælt fyrir tillögum álagningarhlutfall útsvars, álagningarhlutfall fasteignaskatt af íbúðarhúsnæði, opinberum byggingum og atvinnuhúsnæði, lóðaleigu af öllu þrennu jafnframt, gjaldaskiptingu fasteignagjald og tillögum fyrirkomulag afslátta fasteignagjaldi elli og örorkulífeyrisþega. Ég legg til að þær verði afgreiddar á þessum fundi en að tillögum lántökur og gjaldskrár verði vísað til annarrar umræðu og afgreiddar á undan öðrum tillögum sem liggja fyrir þeim fundi. Í stuttu máli þá fjárhagsáætlun 2018 vitnisburður sterka rekstrar og fjárhagsstöðu borgarinnar. Við erum í sókn á flestum sviðum, höfum náð utan reksturinn vel á þessu kjörtímabili. Fyrirtækin eru líka í jafnvægi og góðum og traustum rekstri. Við erum að setja mjög mikið aukið fé inn í skólana, inn í velferðina en líka inn í húsnæðismálin sem eru þriðji áherslu liðurinn. Ég hlakka til að ræða áætlunina, bæði heyra ræður annarra oddvita hér við fyrstu umræðu en ekki síður eftir ítarlegri umræðu í síðar umræðu við munum að venju taka niður þær ábendingar og spurningar sem við fáum. Ég get ekki lofað því að geta svarað öllu hér í dag en það sem eftir stendur munum við þá svara við síðar umræðu þannig að við látum engum mikilvægum spurningum ósvarað áður en borgarstjórn afgreiðir fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun á seinni fundinum 7. desember. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Það verða ekki margar glærur af minni hálfu við þessa umræðu, kannski aðeins fleiri við síðari umræðu. Takk fyrir.
Það svo merkilegt að vera hér annað ári í röð á borgarstjórnarfundi í kjölfar haustkosninga. Nú fyrir maður bara að tala kosningar til Alþingis sem haustkosningarnar og svo eru vorkosningar til sveitarstjórnar. Og við skulum vona að það verði ekki samt árlegu viðburður. Og nú erum við með hérna til umfjöllunar við fyrri umræðu, 4. og síðustu fjárhagsáætlun meirihluta þeirra flokka sem hér hafa skipað meirihlutan allt þetta kjörtímabil, Píratar, Samfylking, Björt framtíð og Vinstri græn. Og sá árlegi viðburður þá komin á enda því að borgarbúar ganga til kosninga næsta vor. Við erum í þeirri ótrúlega eftirsóknarverðu stöðu að hafa getað farið í gegnum 25–30% launahækkanir á síðustu 3 árum án þess að verðlag hafi farið upp leið sem neinu nemur. Það er eiginlega alveg magnað. Ytri aðstæður hafa verið okkur mjög hagfelldar og aðgerðir fráfarandi ríkisstjórna hafa skapað góðar aðstæður fyrir þjóðarhag. En það er ennþá spenna á vinnumarkaðnum. Það er ennþá, þó að sé aðeins að lægja, spenna á markaði með fasteignir. Við sjáum það á verðþróuninni. Hún er óeðlilega mikil, hún er óeðlilega há að minnsta kosti á höfuðborgarsvæðinu og nærsvæði þess. Og það er auðvitað ávísun á viðkvæmt ástand sem við finnum og sjáum á vinnumarkaði þar sem að sveitarfélögin eru virkilega stór vinnuveitandi og þurfa að semja við fjölda stéttarfélaga. Og mér langar til að segja það ágætu borgarfulltrúar enn og aftur og ég hef sagt það oft við þessar umræður hvort sem það er ársreikning eða fjárhagsáætlun að það er auðvitað draumurinn að geta búið til nýtt vinnumarkaðsmódel á Íslandi. Hvenær svo sem það tekst nú. Með það markmið allt launafólk hafi það betra, sveifluverðið minni og launahækkanirnar tolli í veski þeirra sem fá launahækkanir. Eins og ég sagði hér í upphafi, það er ótrúlega staða að hafa geta farið í gegnum 25–30% launahækkanir án þess að verðlag hafi rokið upp. Við höfum sagt að við séum að læra nágrannum okkar á Norðurlöndum hvað þetta varðar, en við höfum ekki komist í þá stöðu ennþá. Þó við viðurkennum, held ég, flest, sama hvoru megin við samningaborðið við erum, að þetta er nauðsyn fyrir stöðuleika í samfélaginu. Við sjáum að sveitarfélögin þau eru að finna fyrir rekstrabata. Það hefur reyndar orðið mjög mikil tekjuaukning hjá þeim flestum. Við sjáum reyndar að þau sem eru tengdu sjávarútveginum eru ekki að sjá eins mikla tekjuaukningu, jafnvel mjög litla vegna styrkingar krónunnar. En svo er rekstrabatin líka hjá mörgum vegna þess að þau hafa stigið þá stór skref í hagræðingu. Reykjavíkurborg hefur ekkert stigið neitt voðalega stór skref í hagræðingu. Ekki með við mörg önnur sveitarfélög. En Reykjavíkurborg fer ekki varhluta af tekjuþróunu eins og má sjá á því að A-hluti hann fer í 117 milljarða tekjum samkvæmt áætlun fyrir árið 2018 úr 100 milljörðum árið 2016. Það er 16,2% hækkun tekna á 2 árum. Og skuldir og skuldbindingar A-hlutans fara á sama tíma úr 83,7 milljörðum árið 2016 í 107,6 milljarða árið 2018 með áætlun, að hækka á milli þessari 2 ára 28,5%. Ekki hafa áhyggjur ágætu fulltrúar í meirihluta. Ég mun gæta þess að tala lífeyrisskuldbindingarnar sérstaklega. Ég geri mig grein fyrir því og ég held að við öll gerum okkur grein fyrir því að það sem hefur verið gerst varðandi lífeyrisskuldbindingarnar, þó að það taki á að þá sé það mjög mikilvægt skref og sé til góðs þegar upp er staðið. Ég kem betur að því á eftir. En eins og ég sagði, þá er góð staða þjóðarbúsins að skila sér til Reykjavíkurborgar. Reksturinn er að laga, sérstaklega á samstæðinni. Það er samt áhyggjuefni að miðað við að nú sé hagsveiflan við toppinn, allavega samkvæmt áliti þeirra sem helst telja sig vita eitthvað slíkt, að þá sé Reykjavíkurborg ekki að ná betri árangri en 9,4% í veltufé fyrir rekstri, þegar sveitarfélögin landinu er að meðaltali í 12% í veltufé fyrir rekstri. Það er líka áhyggjuefni að skuldir sé að hækka á A-hluta 8 milljarða á milli áranna 2017 og á samstæðum 16,4 milljarða á milli ára.
og þetta skýrist ekki allt af hækkun lífeyrisskuldbindinga. Þrátt fyrir mjög mikilvægt uppgjör á lífeyrismálum hjá Reykjavíkurborg, rétt eins og öðrum sveitarfélögum, í kjölfarið á samningum samræmingu lífeyrisréttinda á opinberum og almennum markaði, og það var ágætu borgarfulltrúar mjög mikilvægt að stíga það skref að samræma lífeyriskjör á almennum og opinberum markaði, og vonandi verður það til þess og kemur inn á það sem ég sagði hér í upphafi, að hjálpa okkur að fullkomna nýtt vinnumarkaðsmódel á Íslandi. Leið og þessi samningur samræmingu lífeyrisréttinda gerðir, í framhaldi af því að þá eru, vil ég fullyrða hér og stend við það, að það voru gerðir hagstæðir samningar við ríkisvaldi vegna lífeyris- og skuldbindinga, þar sem að ríki kemur á miklum krafti að því að greiða upp lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaga. Og þannig hefur ríkið tekið á sig 28 milljarða lífeyrisbyrði sem að sveitarfélögin hefðu óbreyttu þurft að bera vegna uppgjörs á halla A-deildar LSR og vegna lífeyrisskuldbindinga hjúkrunarheimila sem að rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga. Og við sjáum þetta í rekstri því útkomuspá 2017, þetta hefur auðvitað, eins og kom hér fram í máli borgarstjóra áðan, hefur auðvitað mikil áhrif á árið 2017, það er gert ráð fyrir 10,5 milljarðs gjaldfærslu samanlagt vegna LSRB og brúar. Þannig að ef að uppgjöru við brú árið 2017 hefði ekki komið til, þá værum við auðvitað með miklu betri rekstrarniðurstöðu, við áttum okkur á því. Ég vil halda þessu algjörlega til haga áður en ég fer að gagnrýna reksturinn að öðru leyti. Þannig að ég vil halda þessum lífeyrisskuldbindingum þar fyrir utan. Þetta eru nauðsynlegar aðgerðir varðandi lífeyrisskuldbindingarna og breyta ekki samanburði Reykjavíkurborgar við önnur sveitarfélög, og sá samanburður, hann kemur því miður ekki nógu vel út fyrir borgina, hann kemur því miður illa út fyrir borgina. Það stefnir því enn eitt árið þar sem að skuldir aukast og við erum á toppi hagsveiflunnar. Það segja það allir, við séum á toppi hagsveiflunnar núna, en þá erum við að sjá skuldir aukast, bæði á samstæðu og A-hlutanum, borgarsjóði. Og þá eru þetta eðlilegt að svo spurning vakni, hvenær kemur eiginlega að því að lækka skuldir A-hlutans hjá Reykjavíkurborg? Við sáum glærur borgarstjóra áðan það að það komi að því, en þetta virðist alltaf vera að ýtast á undan okkur inn í framtíðin, og það verður ekki auðveldar að gera þetta þegar við erum að fara af toppi hagsveiflunnar og niður aftur. Þannig að það er eðlilegt að spurt sig hvenær kemur að því að nýta almennilegan rekstrarbata til að standa undir þeim miklu fjárfestingum sem nauðsynlegar eru. Sko, almennilegan rekstrarbata. Ég kem betur að því í síðari umræðu þegar við förum yfir stöðugildin og þess áttar. En það er ekkert skrítið að við spyrjum hvenær kemur að því að nýta almennilegan rekstrarbata til að standa undir miklum fjárfestingum. Því að við erum með útsvari í botni. Það er ekki hægt að hækka útsvari meira, nema það kæmi leyfi frá ráðuneytinu því að við værum í það miklum vandræðum. Þannig útsvari er í toppi, verð á fasteignum hefur hækkað langt umfram almenna verðþróun, með þeim afleiðingum að sjálfsögðu að fasteignaskattur hefur líka hækkað mjög mikið. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum til í borgarstjórn við samþykkt fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 að skoða yrði hvernig hægt væri að lækka útsvari í áföngum á móti rekstrarbata. Af því að það var talað svo mikið um það þá að hálfu meirihlutans og auðvitað aðeins núna líka, ekki þó með jafn miklum upprópunum eins og fyrir ári, að það væri að verða mikill rekstrarbati. Það er reyndar ekkert að verða mikill rekstrarbati, maður skoðar það, því miður. Og ég kem aðeins betra því á eftir. Ég til dæmis stóð hér fyrir ári síðan og spáði algjörlega rangt fyrir hvað yrði mikill rekstrarbati. Ég átti von á meiri rekstrarbati. Þannig við lögðum það til hvernig væri hægt að lækka útsvari í áföngum á móti þeim rekstrarbata sem yrði. Og við urðum satt best að segja mjög undrandi hérna fyrir ári síðan þegar meirihlutin felldi þessa tillögu okkar. Kannski aðeins skiljanlegri í dag þegar við sjáum að þessi rekstrarbati ætlar eitthvað að láta bíða eftir sér.
Og svo maður skoðar svona mjög góða, sem maður segir það enn eina ferðina, mjög góða greinargerð fjármálaskrifstofu borgarinnar. Vandað efni sem þaðan kemur og afskaplega gott að átta sig á öllu. En það svona í varfærnislegu orðalagi fjármálaskrifstofu borgarinnar, þá má lesa viðvaranir. Ég ætla að leyfa mér að túlka það sem viðvaranir. Til dæmis þetta, með leyfi forseta. Toppi hagsveiflunar virðist hafa verið náð og jafn mikilvægt sem fyrr að Reykjavíkurborg sýni aðhald og stefna styrkingu rekstrar og lækkun hreinna skulda til að mynda viðnámsþrótt í fjármálum borgarinnar gegn samdrætti sem getur orðið á vinnu- og fasteignamarkaði. Og þessari tilvitnun lýkur. Forseti, ég fæ að vera með nokkra fleiri tilvitnanir, eða ekki? Forseti að hlusta? Já, en þú þarft ekki leyfi forseta, þú þarft bara að segja í ræðu með leyfi forseta. En ef að forseti leyfir það ekki? Ég ætla að leyfa þeirra. Og það kemur fram í greinargerðinni að Reykjavíkurborg sé ekki á lista eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Það nú gott, við séum ekki á lista með eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, en á því séu eftirfarandi skýringar. Og með leyfi forseta. Samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga skulu skuldir og skuldbindingar samstæðu sem hlutfalla reglubundnum tekjum vera innan við 150%. Það sem sagt, við megum ekki skulda meir en tekjur ársins innan 1,5. Svo segir hérna, í reglugerð nr. 502/2012 fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga segir að orku- og veitufyrirtæki skulu ekki tekin með við mat á fjárhagsstöðu. Nú verður þetta aðeins flóknara, ágætu borgarfulltrúar. Ef heildarútgjöld allra veitu eða orkufyrirtækja sem færður í B-hluta eru umfram, ég búin að týna ykkur núna? Eru umfram 15% af heildarútgjöldum A og B-hluta í reikningsskilum sveitarfélags eða ef heildarskuldir og skuldbindingar eru umfram 30% af heildarskuldum skal undanskilja reikningsskil viðkomandi veitu og eða orkufyrirtækja frá útreikningum og viðmiðum. Sem sagt, svo ég reyni nú að umorða þetta, Reykjavíkurborg þarf ekki, og við höfum rætt þetta oft áður, þarf ekki að taka skuldir orkuveitunar inn í skuldir samstæðunar þegar við erum að átta okkur á því hvort að við erum yfir eða undir 150% skuldamarkinu. Og þess vegna erum við ekki á lista eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Ef þetta undanþágu ákvæði væri ekki, sem að ég held að ég geti fullyrt að nýtist bara Reykjavíkurborg, einu sveitarfélaga, og kannski þetta ekki voðalega sniðugt ákvæði. Kannski bara verður þetta til þess að við erum ekki þá nógu ákveðin í því að ná skuldum hraðar niður. Að minnsta kosti erum við að sjá skuldir aukast, bæði á samstæðu og allhluta núna á milli ára. Við þekkjum það að í aðgerðaáætluninni 2016 til 2018 þá var gert ráð fyrir því að eignatekjur myndu tryggja sjálfbærni í rekstri aðhlutans. Það gekk ekki fullu eftir, enda það er auðvitað erfitt að gera áætlanir slíkt og það er auðvitað ekkert skynsamlegt því að reksturinn á auðvitað standa undir sjálfum sér, afborgunum lána og fjárfestingum. En nú á að fara að taka arðgreiðslur út úr fyrirtækjum borgarinnar. Það er reiknað með rúmum milljarði í ár, þar af 700 milljónir frá orkuveitunni og svo er ábyrgðargjaldi vegna lána til orkuveitunni 713 milljónir. Og þessar tölur hækka svo samkvæmt áætlun fyrir árið 2018 því að það árið reiknað með 1,2 milljörðum í arðgreiðslu frá orkuveitunni, samkvæmt áætlunni. Þannig að það er reiknað með á næsta ári eigi orkuveitan að borga 1,2 milljarða í arð til borgarsjóðs. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur þetta margrætt þetta á kjörtímabilinu. Við höfum svona orðið vör við það að þetta væri framundan og við teljum að frekar eiga lækka gjaldskrár, lækka kostnað íbúana en að fara þessa leið. Að minnsta kosti mætti blanda betur þessum leiðum.
það á auðvitað ekki að reka borgarsjóð þannig að hann sé háður eignatekjum. Skattheimta sem í botni hvað var það stærsta liðin, útsvarið sjálft, á auðvitað að duga fyrir rekstri borgarinnar, auk annarra skattheimtu eins og fasteignaskatta og þess háttar. Og hvað segir greinargerð fjármálaskrifstofu það? Og tilvitnun hefst. Á tímabilinu 2018 til 2022 batnandi afkoma A-hluta studd af tekjum af söluhagnaði og sölu byggingarréttar sem nema á bilinu 2,1 milljarð til 5 milljarða ár hvert. Og það segir, mikilvægt að styrkja afkoma A-hluta í samræmi við forsendu 5 ára áætlunar, þannig að rekstur A-hluta verði minna háður eignatekjum og þar með sjálfbærari þegar horft til lengri tíma. Kom aðeins á því á eftir, varðandi veltuféð. Segir áfram í greinargerð fjármálaskrifstofu, veltuféð frá rekstri A-hluta var nokkuð stöðugt árin 2002 til 2013 eða meðaltali 10,1% af tekjum. Það lækkaði 2014 í 5,4% af tekjum. Samhliða því, ég held að hérna sjáum við yfirlit yfir veltuféð, samhliða því að halli myndaðist á rekstri A-hluta. Veltufé frá rekstri árin 2014, 2015 og 2017 lágt og undir æskilegum viðmiðum með tilliti til greiðsluskuldbindinga A-hluta en stórar gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga eiga hér mikið þátt. Og nú ætla ég að koma að því enn og aftur að til þess að það sitt algjörlega tekið til hliðar en árið 2017 þá veltufé frá rekstri sem hlutfall tekjum 7,1% eins og þið sjáu þarna undir 8%. En það væri nær 11% línunni eða 10,8% ef að uppgjör og skuldbindingu vegna brúar hefði ekki komið til. Þannig að bara því sé haldið til haga. Og línan sem að þarna er 11% línan sem að ég hef yfirleitt verið með í glærum varðandi þetta. Að það væri mikilvægt að veltufé frá rekstri væri allan í þessum 11%. Fjármálaskrifstofan hefur talað 9 til 10%. En auðvitað núna þegar það verið að auka skuldir, þá auðvitað þurfum við alltaf að færa línuna ofar. 12% það sem meðaltal annarra sveitarfélaga á Íslandi. Þannig að við erum undir því. En það gert ráð fyrir hækkandi veltufé frá rekstri í 5 ára áætlun og fjármálaskrifstofan segir eins og ég sagði áður að vill sjá að minnsta kosti 9 til 10%. Þannig að, og þetta kom líka fram, það búið að tala svo mikið tölur og þess að þetta kom líka fram í máli borgarstjóra áðan að það verið, árin 2017 og 2018, verið að brúa bil, að því að það eru tölur af fjárfestingar, með eignatekjum og lántökum. Og þið sáu kannski myndina áðan það sem var mikill bratti á fjárfestingarlínunni og veltufé frá rekstri stendur ekkert undir í og við tökum lán fyrir mismunum. Það allt í lagi á og til ef það ekki stöðugt verið að ýta því á undan sér en það þannig hjá okkur ef við sjáum þessa glæru að það engar sveiflur niður á við í skuldaþróuninni. Jú, nema bláa tímabilið þarna, þá lækka skuldirnar, en þær eru stöðugt að hækka. Það kom yfir 100 milljarðar af A-hlutunum. Á að standa þarna til 2018, stendur 2002 til 2016, en það skýrir sig nú á línunni, neðstu línunni. Þannig að mér finnst viðvörunarorðin sem eru varlega orðuð í skýrslu fjármálaskrifstofu, þau eru með þungum undirtóni. Það áhyggjur á rekstri A-hlutans ef að þetta lagast ekki neitt. Og ég verð að segja að það minnka ekkert áhyggjurnar þegar við sjáum að enn langt í land með nauðsynlegt viðhald og endurgerð til dæmis skólalóða, svo við tökum dæmi á nauðsynlegum fjárfestingum. Það töluvert í endurgerð skólalóða í Grafarvogi. Það ekki fyrir eftir 2020 og auðvitað víðar. Það mjög margt svona í innviðunum sem á eftir að klára. Og þó að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum viljað ganga lengra varðandi lækkun fasteignaskatta, svo ég komi nú að
því, þá er auðvitað eðlilegt að fagna þeim vilja sem að sést í frumvarpinu til þess að lækka álagningarhlutfallið á íbúðarhúsnæði úr 0,20% af fasteignamati í 0,18%. Lóðarleigan á samt að haldast óbreytt í 0,2%. Og þetta er auðvitað á 5 ára tímabili þýðir þetta einhverju 2,6 milljarðar á breytilegu verðlagi sem að tekjur borgarinnar lækka Svo er auðvitað líka mjög ánægjulegt að það er lögð fram tillaga 25% hækkun á viðmiði tekna til lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds hjá elli- og örorkulífeyrisþegum. Þannig að afslátturinn til þessa hóps hann hækkar 50% að meðaltali. Úr 326 milljónum í 489 núna á milli ára. Þannig að þetta er auðvitað mjög mikilvægt skref og léttir elli- og örorkulífeyrisþegum rekstur síns húsnæðis því að það munar auðvitað allt, það munar hverja krónu. En við viljum og höfum viljað allt þetta kjörtímabil gera betur gagnvart hinum almenna skattborgara í Reykjavík og við erum með tillögu sem að verður áhugavert að sjá hvað forseti vill gera við hér á eftir því að ég ætla að fá að leggja fram 2 tillögur hér á eftir varðandi lækkun og útsvari eða skoðun og lækkun og útsvari sem að þeir reyndar felldu í fyrra eða meiri hlutin felldi í fyrra og frekari lækkun fasteignagjalda heldur en er tillaga En borgarfulltrúar settu eftirfarandi tillögu fram vorið 2015. Tillagan var svona: Borgarstjórn samþykkir að hefja nú þegar vinnu við rekstrarhagræðingu A-hluta borgarinnar með það að markmiði að rekstur verði í jafnvægi þannig að skatttekjur dugi fyrir rekstrarútgjöldum. Jafnframt verði þetta markmið sett að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum, eins og þessi lína er hér, og verði ekki lægri en 9% af skatttekjum þegar á rekstrarárinu 2015. Í framhaldi af hagræðingaraðgerðum verði hafist handa við að lækka útsvar í áföngum. Fyrsti áfangi verði 0,25% lækkun útsvars. En ég veit að ágætu fulltrúi meirihlutanum því að þið eru ekki hrifin af tillögum lækkun skatta. En núna er ágætt að rifja þessa tillögu upp að því að það er talað um rekstrarbata og viðsnúning sem að vantar reyndar tölvöld upp á að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum og það tekst ekki fyrir lok kjörtímabilsins þrátt fyrir þessa miklu tekjuaukningu sem að ég talaði hér í upphafi og hefur komið fram ítrekað. Og í þessu samhengi þá verð ég að viðurkenna það að ég hef hér fyrir ári síðan verið mjög lélegur spámaður því að ég sagði í fyrra þegar ég flutti ræðu vegna fjárhagsáætlun ársins 2017 að það ætti að takast að komast í 11% veltufé fyrir lok kjörtímabilsins. En það er ekki að takast. Og það er auðvitað ekki ástæða til þess að taka meira af skattgreiðendum en þar til að reka kerfið því annars stækkar kerfið fyrir sig sjálft. Og það er svolítið að gerast. Og þrátt fyrir að rekstrarbati sé minni en við höfum reiknað með, þá vildi ég rifja þessa tillögu upp því að henni fylgir svo stefnu okkar sjálfstæðismanna að hafa reksturinn í lagi og leita leiða til þess að létta álögum af borgarbúum. Af öllum borgarbúum sem er að greiða skatta í hvaða formi sem það er. Ekki bara sumum, heldur öllum. Eflaust langar meirihlutann svo sem til þess sama, en hefur ekki alveg ráðið við þetta verkefni. Hvorki á tímabilinu 2010 til 2014 eða á kjörtímabilinu sem er að ljúka núna. Og ástæðunar eru auðvitað að leita víða. Við höfum til dæmis í minnihlutunum talað um gæluverkefni í því samhengi. Ekki í þeim skilningi að séu slæm verkefni, alls ekki. Heldur í þeim skilningi að þau megi bíða eða þeim sé þá jafnvel hreinlega sleppt. Það er margt sem ekki lögbundi sem við erum að gera. Á þessu kjörtímabili þá erum við búin að leggja til frestun alls konar framkvæmda, við höfum lagt til alls konar aðra forgangsröðun sem hefur ekki verið samþykkt að hálfu meirihlutans. Ný framkvæmdir kalla auðvitað á nýja rekstrarkostnað. Bara svona nokkuð dæmi, þau þurfa ekki endilega að vera stór, bara taka dæmi. Við höfum ítrekað lagt til að Gröndalshús væri selt, svo dæmi sér tekið. Það er ekki stóra fjárhæðir.
En þar var lagt upp með til dæmis ákveðna rekstraráætlanir. Þær hafa ekki staðist. Tekjuáætlunin varðandi Gröndalshús hefur ekki staðist. Reynda vegna reglna borgarinnar sjálfur. Miklu leyti. Og á ekki kaupa Fógetahúsið, elsta hús borgarinnar. Það kostar helling að kaupa. Svo kostar reksturinn sitt. Þetta eru 2 svona lítil dæmi fyrir stóran borgarsjóð. En þetta er mikilvæg dæmi verkefni sem borgin ætti ekki að þurfa að fara svona djúpt í. Lög vernda hús, þó þessu eiga einkaaðila og eiga fjölmörg glæsileg dæmi vel heppnuð verkefni að hálfu einkaaðila í verndun húsa til dæmis. Þetta eru bara 2 lítil dæmi forgangsröðun sem hefur áhrif á rekstrarkostnað og þegar fleiri slíkar talinu upp þá erum við farin að tala í tugum milljóna og hundruðum milljóna. Og svo ég segja það nú enn einu sinni og mun segja það enn einu sinni við síðar umræðu og vera með glæru það að þá til dæmis hefur aldrei komið almennileg skýring á fjölgun stöðugilda umfram ákveðna þætti. Síðast þegar ég fór yfir það þá taldi ég að það kostaði 1,2 milljarða aukalega á ári. Og núna má sjá og forseti, ég ætlaði svo að fá að leggja líka hérna fram fyrirspurnir til borgarstjóra sem að við höfum, ég held oftast gert og borgarstjóri hefur svo svarað á milli umræðan eða lagt fram svör við síðar umræðan. Til dæmis ein fyrirspurnin varðandi skrifstofu miðlar og þjónustu. Við sjáum þar að þar viðbót á 16,5 stöðugildi. Við fáum tækifæri til þess að spyrja borgarstjóra spurninga það. En mér langar að nefna það, mér finnst ástæða til þess að nefna þessa miklu vinnu sem að liggur á bakvið þessa fjárhagsáætlun í ráðum og nefndum og þakka fyrir hana, bæði að hálfu kjörinna fulltrúa og okkar góða starfsfólks. Þetta er stórt verkefni. Og svona næstu því að lokum, forseti, að því við förum svona í einstaka málaflokka meira við síðar umræðu, að þá langar mig til að tala eitt af stærstu málunum hjá okkur hérna í Reykjavík. Og það eru húsnæðismálin. Ég var að tala fasteignaverði áðan og fasteignamatið og fasteignaskattið. Bara svo það sé sagt enn eina ferðina, skortur og lóðum skapar hærra verð. Ýtir upp verði fasteigna. Þetta framboð og eftirspurn. Það búið að vera óeðlilega mikil hækkun á verði fasteigna. Og auðvitað dregur Reykjavík vagninni í því sem langstærsta sveitarfélagi. Og við verðum að fara yfir það við síðar umræðu hvernig draga má úr aukakostnað sem eigendur fasteigna að verða fyrir vegna þrýsting á fasteignamarkað og verðhækkana. Verðum að fara yfir það. Og við leggjum fram tillögu hér og eftir. Ég veit ekki hvað forseti hyggst gera við hana, hvort að forseti leyfi mér að leggja hana fram og ég reikna þá með að henni verði þá bara vísað til meðferðar við síðar umræðu. En allt þetta gerir auðvitað fólki miklu erfiðara fyrir við að kaupa eða leigja og þetta að gerast á vakt meirihluta sem ætlaði að gera mjög mikið í húsnæðismálum. Það vantar fleiri lóðir fyrir fjölbreyttari húsagerðir og mun vanta í allmörg ári viðbót. Eða til dæmis verður engin stefnubreiting varðandi meira byggingarland í Úlfarsárdal og þá ég að tala meira heldur en það sem verið eða verður núna skipulagt við Leirtjörnina, 420 íbúðir. Við höfum verið að tala miklu meira en það. Og nýlegar athugasemdir samtaka iðnaðarins það hversu langan tíma tekur að byggja og hversu mikið vantar upp á lóðum sé útlutu utan þéttingasvæða staðfestir reyni enn og aftur það sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og líka borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna hafa talað fyrir allt kjörtímabilið í húsnæðismálum. En fyrir daufu meirihlutaflokkana í borgarstjórn sem hafa gengið svo langt í þéttingarstefnu sinni sem ágætt út af fyrir sig og mikilvæg í rauninni en hún gengur bara of langt. Það of stór hluti í
eingöngu í þéttingarstefnunni. En forseti, ég hef lokið máli mínu. Ég vil enn og aftur koma á framfæri þökkum til starfsfólks borgarinnar vegna vinnu við fjárhagsáætlun og ég veit að það verður gott að leita til þeirra með spurningar milli umræðna og við munum fara nánar yfir sviðin við síðar umræðu og leggja fram tillögur þau atriði sem við teljum mikilvægt að breyta forgangi á, taka upp í fjárhagsáætlun eða jafnvel fella niður eins og við höfum gert. Og kannski verður líka svo breyting á að einhverja tillögur frá okkur verði samþykkt, það er aldrei að vita svona þegar við erum að skipuleggja síðasta ár kjörtímabilsins. En forseti, þá er komið að því að nú hefur lokið máli mínu nema það að ég er hérna með 9 fyrirspurnir frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks til borgarstjóra og hyggst ég lesa þær upp. Og forseti, ég er einnig með 2 tillögur sem að ég óska eftir að fá að leggja hér fram og það er tillaga skoðun og lækkun útsvars. Það er eins tillaga og við lögðum fram í fyrra og meirihlutinn felldi og það er tillaga lækkun fasteignaskatta. Tillögurnar eru að borgarstjórn samþykkir að fela fjármálasviðið að gera úttekt á því hvað hægt er að lækka útsvar í stórum áföngum á móti bættum rekstri borgarinnar og með þessu fylgir greinargerð. Og tillögur lækkun fasteignaskatta. Borgarstjórn samþykkir að lækka fasteignaskatta verulega í takt við mikla hækkun á fasteignaverði og umfram þá lækkun sem reiknaði með fyrir íbúðarhúsnæði 0,2 úr 0,20 í 0,18% eða í 0,15%. Markmiðið er að borgin taki ekki til sín tekjur vegna mikilla hækkana en leyfi íbúum þess í stað að njóta þeirra. Hækkun fasteignamats stuðlar jafnframt að hækkun húsnæðisverðs sem nú þegar orðið óviðráðanlegt sérstaklega fyrir ungt fólk. Ég legg þetta fram, forseti, og það er þá í höndum forseta hvað skal gera við það. Og fyrirspurnir til borgarstjóra sem að ég mun svo senda líka í rafrænu formi er í fyrsta lagi hver er þróun stöðugilda frá 2017 til 2018 og hvernig stendur á fjölgunum 16,5 stöðugilda á skrifstofu miðlæra þjónustu. Önnur spurning, hver var niðurstaða malbyggunarframkvæmda á árinu 2017, það er magn í rúmmetrum, fermetrum, vegalengdum og kostnaði. Þriðja spurning, hvað kostuðu framkvæmdina á Miklubraut við Klambratún sem nú hafa staðið yfir næstum hálft ár? Hvenær lýkur verkinu og hvert er mat sérfræðinga á áhrif þessara framkvæmdar á umferðaröryggi, umferðarflæði og mengunaráhrif? Fjórða spurning, lítið byggt í Reykjavík nema á þéttingarsvæðum. Hver er staðan gagnvart skólum, leikskólum og félagsmiðstöðvum í nágrenni við þéttingarsvæði? Sem dæmi má nefna Háteigsskóla, Hlíðaskóla og skóli í Tegahverfi vegna þéttingar byggðar og Kirkjusandi og fleiri svæði sem íbúar hafa lýst áhyggjum yfir. 5. Hvað áform eru upp þrif á götum í vetur til að koma í veg fyrir svifryksmengun? 7. Hvernig er fyrirhugað að verja þeim árlegu 150 milljónum króna sem er í fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun í umferðaröryggisáætlun borgarinnar? Er þetta í skýrslugerðir eða í framkvæmdir eins og gangbrautamálun í samræmi við umferðarlög? Nú eða einhvað annað. 7. Hvernig sundurlegast hlutur Reykjavíkurborgar í framkvæmdum við þjóðvegi í borginni en þetta eru 2,1 milljarðar í 5 ára áætlun? Hyggst meirihlutinn halda áfram lækkun leikskólagjalda þrátt fyrir að fjármagn skorti til að reka leikskólana með sómasamlegum hætti eins og sjá má á mönnunarvanda leikskólann í Reykjavík? Og 9. og síðasta, í frumvarpi fjárhagsáætlunum er sýndur kostnaður við yfirstjórn helstu fagsviða Reykjavíkurborgar, það er rauntölur 2016, útkomuspá 2017 og áætlun 2018. Þar vantar þó slíkar upplýsingar kostnað við yfirstjórn velferðarsvið og er óskað eftir að úr því verði bætt. Einnig er óskað að veitt að verði sambærilegar upplýsingar kostnað við yfirstjórn eignasjóðs sem og kostnað við yfirstjórn hjá B-hluta fyrirtækjum borgarinnar. Forseti, ég legg þetta fram til borgarstjóra og senda honum það líka í tölvupósti. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Þú leita áfriða í lókumræðinu og taka þeirri? Já. Já, þessi gnæri nú ekki til stuðnings mínu máli, en ég ætla að bara slökka á bílinu. Nei, ekki Bill Gates, alls ekki, alls ekki. Ég er að reyna að ganga frá, það er ekki það.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það í sjálfu sér ánægilegt að vera komin hér enn eitt árið til að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir Reykjavíkurborg. Ég held að þetta sé ekki 8. skipti sem ég kem að því verkefni. Það aðstæður hafa vissulega verið mjög misjafnar á þessum 8 árum. Núna eru þær ágætar og sést best á því að án svona verulegra vandræða ná að standa undir til dæmis gríðarlegri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga sem að borgarstjóri fór ágætlega yfir í frábæri ræðu sinni og raunar borgarfulltrúi Halldór Halldórsson líka ágætlega í sinni ræðu sem var ekki alls slæm, alls ekki alls slæm. Ég ætla nú aðalega að einbeita mér að því hér að stikla á stóru í fjárfestingu og fjárfestingaáætlun borgarinnar. Get þó ekki stillt mig að bregðast aðeins við orðum borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar sem kemur hér upp eina ferðina enn og ber sig illa yfir því að skuldir og skuldastaða Orkuveitu Reykjavíkur skuli ekki vera hafðar inni í skuldaviðmiði sem enda bara samkvæmt lögum Reykjavíkurborgar. Hann reyndar ekki með það inni þegar hann að fara hér yfir afkomutölur á bláa tímabilinu svo kallaða og tiltekur ekki sérstaklega skuldir og skuldaaukningu sem varð í samstæðu Reykjavíkurborgar á bláa tímabilinu. Og fyrir vikið verð ég bara að segja alveg svo að þetta slær mig sem einhvers konar svona hentistefna og útúrsnúningur og slá svona ryk í augun á fólki og ég held að það sé engin bætt að því. Auðvitað eru tekjustofnar Orkuveitu Reykjavíkur eru mjög sterkir og að undanskildu bláa tímabilinu þá hefur það verið svo að segja þegar við komum út úr bláa tímabilinu þá þurftu auðvitað að fara í gríðarlegar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag Orkuveitunar. Það var gert á vakt síðasta meirihluta og þessa og ég held að og allt tal hversu afleit fjármálastjórn á að hafa verið hér síðustu 8 ár, hún fellur í raun og veru algjörlega sjálfa sig og ég held að það sjáu það nú allir að til dæmis varðandi tímabili 2010 til 2014 að þá var nú einfaldlega lyft ákveðnu grettistæki í fjármálum hér og ber þar auðvitað hæst planið sem var sett fram til að rétta af fjárhag Orkuveitu Reykjavíkur. Mér langar aðeins að bregðast líka við umræðu skattahækkanir eða skattalækkanir og útsvar. Borgarstjóri kom ágætlega inn á það í sinni frábæra ræðu að sveitarfélög hér í kringum okkur, það má eiginlega segja það að Reykvíkingar sé að niðurgreiða lægra útsvar í sveitarfélögum eins og Garðabæ sem að fær framlag til reksturs grunnskóla og jöfnunarsjóði og það að einhver leyti miðað við tekjur sveitarfélagsins sem auðvitað væru hærri ef að þau myndu rykka inn fullt útsvar. Lækkun útsvars einhvers konar svona, ég velt stundum finnst mér eins og þetta sé eina raun og veru, eina raunverulega mál sem að Sjálfstæðisflokkurinn að berjast fyrir hér í borgarstjórn. Þetta eina svona konkrét málið sem kemur upp aftur og aftur, lækkum útsvar.
og því stillt upp eins og það sé eitthvert mál sem að verði hér borgurunum til meiri háttar hagsbóta. Og það það auðvitað ekki. Það kemur auðvitað þeim sem allra hæstu tekjurnar hafa ágætlega, en þorra fólks munar þetta sáralitlu. Og það eru til mýmargir útreikningar á því. Þetta geta verið einhver 1000 krónur á 500 til 1000 krónur kannski á mánuði. Síðan sagt að við séum á móti skattalækkunum og þeirri fullyrðingu hún fellur bara sjálfa sig því að hér í þessari áætlun verið að lækka skatta á skynsamlegan og sanngjarnan hátt og það aðalatriðið. En ég ætla núna að vinda mér í svona það sem þann hluta sem ég hafði ætlað að fókusera aðalega á. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, hann má eiga það, hann vekur nú oft hjá manni svona tilfinningar sem þarf að bregðast við og það í sjálfu sér hið besta mál. Og ég reyndar að teka undir í máli borgarfulltrúans að þar sagðist hann eiga sér draum nýtt vinnumarkaðsmódel og ég segi fyrir mína parta að ég tek undir þann draum. Það væri mikil bót ef því var hægt að koma á hér. En við höfum aðeins bara varðandi fjárfestingunum. Við höfum undanfarin ár verið að leitast við að reyna að vera með svona nokkuð fastmótaða áætlun fyrir í það minnsta 2 ár í senn, 2 ára tímabil í senn og það auðvitað bæði til þess að bæta áætlanagerðina, bæta útboðsferlið, leitast við að ná betra verði í útboðum og svo framvegis og það svona, það hefur gengið allþokkalega og ég vona að þetta sé eitthvað sem er komið til að vera. Áætlunin síðan þegar að fjær dregur verður auðvitað alltaf svona aðeins flotkenndari en gefur þó vísbendingu stærstu verkefni sem að ráðast þarf í. Og borgarstjóri sýndi nú hér ágæta glæru þar sem að var svona sýnd heildarfjárfestingin og skipting hennar á milli málaflokka og það vekur auðvitað athygli að fjárfestingin í ár er 18,7 milljarðar og heildarfjárfesting á tímabilinu 2018-2022 áætluð bara í alhlutanum 69,8 milljarðar og þetta þetta gríðarleg fjárfesting sem að vissuleyti að einhverju marki vegna þess að hún uppsöfnuð en auðvitað þetta fyrst og fremst vegna þess að við búum hér í borg sem í vexti og gríðarlegum vexti. Þetta og þannig mun það verða næstu misseri. Og sem betur fer. Eins og borgarstjóri kom inn á í frábæri ræðu sinni að þá koma gatnagerðargjöld á móti þessum 18,7 milljörðum upp á ríflega 3,6 milljarða. Þessi tala getur auðvitað breyst og þá líklegast að það verði til hækkunar. Áætlun gatnagerðargjaldanna raunsæ og sölubingaréttar en vissulega geta einhverjir reitir færst til í tíma og eins mögulegt að það sé hægt að flýta einhverjum svæðum sem að hefur þá og þarna eru stóra tölur að tefla sem að geta breytt stöðunni nokkuð hratt og annað dæmi varðandi það til dæmis þessi útkomuspá fyrir árið 2017 sem að við setjum fram að mikilli varfærni en þar gætu auðvitað komið inn hlutir sem að
væri gengið frá á þessu ári en ekki sem sala á ákveðnum reitum. Framkvæmdaáætlunin, fjárfestingaráætlunin fjármögnuð að 70% af eiginfé og 30% af lánsfé og það svona bara í samkvæmt því sem að við höfum verið að vinna með undanfarin misseri en auðvitað æskilegt að sú tala að lánatalan lækki enn frekar. Nú, ég ætla að stikla stóri yfir svona helstu framkvæmdir einstakra málaflokka en þið eru auðvitað með þetta allt í gögnum þannig ég ætla nú ekki að eyða neinum óskapa tíma í þetta. Varðandi menningarmálin að þá er stærsta verkefnið eða eitt stærsta verkefnið á næsta árum er menningarmiðstöðin í Úlfarsárdal og þar sem að verður varið ríflega 800 milljónir króna á næstu árum. Sú uppbygging samhliða annarri sem í dalnum, leikskóla, grunnskóla, sundlaug og íþróttamiðstöð og stærsta einstaka framkvæmdin sem við erum í þarna upp í Úlfarsárdal. Síðan verið að byggja við og hafa lokið viðbyggingu við Grófarhús og það auðvitað stórt verkefni líka á sviði menningarmálanna og þar verður jafnframt farið í ákveðnar breytingar á notkun rýmisins í Grófarhúsi og þar nú væntanlega fyrst og fremst að ræða flutning á Borgarskjalasafni og svona ákveðnar breytingar sem tengjast því. Annað sem kannski vert að draga fram varðandi fjárfestingu í menningarmálunum það að það verða að fjárfesta í búnaði fyrir Borgarleikhúsið auk þess sem að nú verða áklæði á stólum í stóra salnum endurnýjuð. Síðan eins og komið fram þá hér verið að fara að opna sýningu Sögu Reykjavíkur Allsstræti 10 og svo sýning Sjóminjasafnsins verður ný sýning Sjóminjasafnsins opnuð á næsta ári. Þetta þar auðvitað eru nokkur fleiri smærri verkefni í menningarmálunum sem eru inn á áætluninni en þetta nú svona það stærsta verið að reynda að klára geymslur Árbæjarsafns sem er mikilvægt verkefni. Á skóla- og frístundasviði og í skóla- og frístundamálunum að þá eins og ég sagði Dalskólinn, það er stærsta einstaka verkefnið og það standa vonir til að taka annan áfanga byggingarinnar í leik- og grunnskólanum þar í notkun haustið 2018 og sem að verður gríðarlega ánægjulegt. Á tímabilinu fjárfestingin þarna af það sem eftir um 1900 milljónir. Vesturbæjarskóli vel á veg kominn. Það er 400 milljónir á tímabilinu 2018 til 2022. Klettaskóli, það gengur vel og á árinu 2018 áætlað að verja 380 milljónum í það verkefni og þá verð það langt komið og nú verið komið að svona lokum. Síðan eru svona hlutir eins og endurbygging skólalóða sem heldur áfram átakið því 850 milljónir á tímabilinu og endurnýjun mötuneyti 200 milljónir þar og ýmislegt sem mætti telja. Á leikskóla hlutanum þarna þá einnig verið að halda áfram endurgerð leikskóla lóðana 625 milljónir áætlaðar á tímabilinu 2018 til 2022 í það verkefni 125 milljónir á ári. Það þarf að gera ráð fyrir nýjum leikskóladeildum í tengslum við uppbyggingu nýrra íbúðahverfa og þar má nefna uppbyggingu leikskóla á Kirkjusandi
og í þennan lið áætlað að verja 1700 milljónum á tímabilinu og það svona þungin kemur þar inn 2019, hálfur milljarður þá á ári í 3 ár. Nú þarna líka verið að fara í endurnýjun í mötuneytum, 200 milljónir sem að áætlað í það. Á íþrótta- og tómstundasviði og íþrótta- og tómstundamálum þá þetta gríðarlega framkvæmdir fyrirhugaðar næstu árin og þar heildarfjárfesting nálægt 10 milljónir króna á tímabilinu. Þar uppbygging íþróttamannvirkja í Úlfarsadal fyrirferðarmikil. Það helmingur, það 5 milljarðar á næstu 5 árum. IR-svæðið, eins og borgarstjórinn nefndi, það að fara á stað, 3 milljarðar þar á næstu 5 árum og inn í því síðan, inn í því frálsíðvöllur, hálfa knatthúsið og fleira, sem gríðarleg bylting á aðstöðu þar í Breiðholtinu. Nú við erum að hefja framkvæmdir við byggingu á náttúru- og fræðsluhúsi í fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Framkvæmdir við byggingu sundhallarinnar að mestu lokið og ætti hún nú að opna bara innan skams. Og síðan má tína ýmislegt til, það verið að byggja út í klefa við Breiðholtslaugina og verið að endurnýja áhöld og tæki sundlaugum og íþróttahúsum og eitt og annað. Þetta kemur nú allt ágætlega fram í gögnum sem að þið eru með. Við erum það verið að fara í framkvæmdir í skautahöllinni og ýmislegt fleira mætti þar telja. Nú fjárfesting sem að tengist velferðarsviði eða velferðarmálum, hún auðvitað birtist að í raun og veru að meira magni í bókum félagsbústaða heldur en velferðarsviðs, en það þó þannig að framkvæmdir við hjúkrunarheimilið við Sléttuveg hófust núna á þessu ári og það stefnt að því að það verði tilbúið innan 2 ára eða á næstu 2 árum. Okkar hlutur í því 255 milljónir og síðan auðvitað stór verkefni vegna skammtíma á dagvistunar og á tímabilinu það 871 milljón króna. Síðan svona ýmsar aðrar fjárfestingar sem að við erum í, áhöld, tæki og búnaður og annað slíkt og þar verið að endurnýja tölvubúnað, kaupa hugbúnað og það allt á áætlun. Í ýmsum svona fasteignum þá kannski vert að nefna og draga fram að við erum að fara að byggja við Perluna sem að við leigjum síðan frá okkur og fáum inn fyrir þeirri fjárfestingu á ásættanlegum tíma tilbaka og svo má nefna Hverabækistöðina út í Örfirisey sem að við vonumst til að komast í gagnið helst ekki seinna en í byrjun árs 2019. Og þá líka vert að nefna fjárfestingar á vegum bílastæðasjóðs, það helst bílakjallarann í Geirsgötu. Það milljarður króna á næstu, fellur til á næstu 2 árum. Mest á næsta ári, árinu 2018. Síðan eru miklir fjármunir í gatnahlutanum og þar erum við að sjá að þjóðvegir sem það að segja hluti Reykjavíkur í þjóðvegum og síðan aðrar umferðargötur að þar eru áætlaðar á tímabilinu 2,1 milljarður króna
og þetta eru framkvæmdir eins og, já, ýmsar framkvæmdir með vegagerðinni er stærsti einstaki liðurinn þarna. Brúi við Fossvog kemur inn á síðara hluta tímabilsins og miðlæga umferðarstýring, þar verið jafnt og þétt að bæta í 150 milljónir þar og svo mætti áfram telja. Annað sem vert að kannski hafa vekja athygli á, þó sé ekki stærsta upphæðin, en það verið gert ráð fyrir að verja 15 milljónum í að undirbúning eða skoðun á kostum þess að setja Miklubraut í stokk, eins og oft hefur verið talað hér í þessu sal. Nýbyggingahverfin, þar auðvitað miklar framkvæmdir framundan, 10 milljarðar sem áætlað í þann lið á næstu árum. Þar Hlíðarendi fyrirferðar mikill, en ekki síður Vogabyggð og Elliðavogur, þar sem 2,5 milljarðar áætlað í framkvæmdir. Og þá Ártúnshöfðin einnig fyrirferðar mikill þar, milljarður, og ýmsir fleiri liðir. Skerjafjörðurinn 650 milljónir á tímabilinu og svo fram til götunum. Bryggjukverfið, stækkun þar 470 milljónir. Það einnig heilmikla framkvæmdir hér á miðborgarsvæðinu, sem okkar svona ásetnasta og þyngsta svæðið í raun og veru fyrir okkur. Allt í allt áætlað að á næstu 5 árum séu að fara 2,7 milljarðar í ýmsar framkvæmdir hér í miðborginni, og þetta aðalega árunum 2018 og 2019, og þá verður nú svona þessu mikla umróta tímabili hér í miðborginni, þá verður nú Riki fara að setjast þar og hún svona fær tíma til að jafna sig aðeins. Í því sem við köllum umhverfis og aðgengismál, að þar vert að draga fram nokkra stóra liði. Það göngu- og hjólastígar, hjólreiðaáætlunin, sem á tímabilinu áætlað að verja 2,2 milljörðum í. Nú við stöndum náttúrulega í mikilli breytingu hér varðandi götulýsinguna, sem komin á tíma, og þar 2 milljarðar á tímabilinu sem áætlað að verja í þær breytingar. En þetta nú allt tíunda ítarlega í gögnum sem við erum með, bæði kynningum sem var í borgarráði og svo í greinargerð fjármálaskrifstofu. Ég hvet ykkur til að fara vel yfir þetta, og þetta auðvitað svona lykilþættir í okkar starfsemi og sýnir ágætlega hversu umfangsmikið þetta batteri borgin. 50 milljarðar í fjárfestingar í samstæðinu árið 2018 segja bara sína sögu, og svo 40 milljarðar árin þar á eftir. Þannig að ég held að við sjáum það að við þurfum auðvitað töluverða svona framsýn og kjark til að horfast í augu við þær breytingar sem að verða hérna í samfélaginu og á okkar umhverfi. Borgin að verða borg, og fólki í borginni mun fjölga verulega á næsta áratugum og árum bara. Það heilmikil áskorun að koma fólki fyrir og koma því þannig fyrir að því líði vel. En ég segi nú bara, það auðvitað fólk sækir næringu annað fólk, maður lifir ekki á brauði einu saman, og eftir því sem við erum fleiri þá nú verið fjölga tækifærunum okkar, og svona, já, skemmtilegustu borginnar nú oft þær stærstu, og ég held að Reykjavík eigi alla möguleika á að hún mjög skemmtileg, og ég held að hún geti orðið einn skemmtilegasta borg í heimi ef rétt haldið á spilunum, og við höldum áfram að þróa okkur. Ég ætla að
láta þetta duga. Ég vil þakka starfsfólki borgarnar fyrir frábær störf og vil sérstaklega nefna þetta við gerð þessara fjárhagsáætlunar, fjármálaskrifstofu, fjármálastjóra og hans fólki, sviðsstjórum og borgarfulltrúum, starfsfólki B-hlutafyrirtækjanna og öllu starfsfólki raunar, en síðast en ekki síst bara borgarbúum. Pétur Ólafsson, jú, ég tók þið ekki sérstaklega fram, en þakka þér líka fyrir. En aðalega bara Reykingar, þið eru frábæri borgarar og það er gaman að vinna því að gera borgina betri fyrir ykkur. Takk fyrir mig. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, í greinargerð fjármálaskrifstofu segir með leyfi forseta: uppgangur hefur verið mikill í íslensku efnahagslífi undanfarin ár sem einkennst hefur af mikilli kaupmáttaraukningu, lágri verðbólgu, hækkun húsnæðisverðs og gengisstyrkingu. Eftir kröftugan hagvöxt undanfarin ára bendir hins vegar nýjustu vísbendingar til þess að toppi hagsveiflunnar sé náð og hægja mun á umsvifum á næstu misserum. Tilvitnun lýkur. Fasteignaverð hefur hækkað mun meira en bæði laun og verðlag og nú í hæstu hæðum. Nú eru næstu því 10 ár liðin frá hruni og borgin hefur í raun aldrei náð tökum á grunnrekstri borgarinnar. Viðhaldi hefur verið dregið saman og vanrækt þó svo að það byrjað sé að vinna í viðhaldinu núna og hrunið hefur sífellt verið notuð sem afsökun. Tekjur borgarinnar hafa aukist verulega eins og okkur er kunnugt en skuldir borgarinnar hafa einnig aukist verulega. Það er mikið áhyggjuefni að miða við það að við erum á toppi hagsveiflunnar að Reykjavíkurborg hafi ekki náð betri árangri en 9,4% í veltufé frá rekstri og skuldir séu enn að hækka á A-hluta 8 milljarða á milli árunum 2017 og 2018 og samstæð 16,4 milljarða á milli ára. Það er ekki nema lítill hluti af þessu sem skýrist að hækkun lífeyrisskuldbindinga eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fór yfir hér á áðan. Útsvarið er í hámarki og verð á fasteignum hefur hækkað langt umfram almenna verðþróun með þeim afleiðingum að fasteignaskattur hefur líka hækkað mjög mikið síðustu árin. Og þessi skortstaða sem meiri hlutinn hefur valdið hér á húsnæðismarkaðnum hefur hækkað húsnæðisverði gífurlega. Og ég hef ítrekað bent á það hér í borgarstjórn að samhliða þéttingu byggðar hefði þurft að fara í byggingu annar staðar og þar var svæði sem að bæði borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavinna og Sjálfstæðisflokk hafi ítrekað bent á að það hefði þurft að fara í byggingu á Úlfarsárdalnum samhliða. Vegna þess að eftir svona langt tímabil þar sem lítið er byggt í kjölfar hrunsins að þá var auðvitað úðsmannsæði að fara eingöngu þéttingu byggðar sem verktakar og aðrir eru ítrekað búin að benda á að taki lengri tíma og sé miklu kostnaðarsamara heldur en farið hefði verið í það að byggja í Úlfarsárdalnum. Og það er ekki nóg að það sé eingöngu núna á þessu kjörtímabili búið að endurskoða deiliskipulagið 450 íbúðir. Þetta staðan sem við erum í dag er vegna rangrar ákvörðunar sem var tekin sem hefur leitt af sér hækkun á fasteignaverði. Það stefnir því í það enn eitt árið að skuldir munu aukast og þá toppi hagsveiflunnar. Og það er spurning hvenær kemur eiginlega að því að skuldir A-hlutans verði lækkaðar og hann fari að standa undir sér þeim miklu fjárfestingum sem nauðsynlegar eru. Í varfærnislegu orðalagi fjármálaskrifstofu borgarinnar má lesa viðvaranir eins og Halldór Halldórsson fór yfir hér áðan. Með leyfi forseta, toppi hagsveiflunnar virðist hafa verið náð og er jafn mikilvægt sem fyrr að Reykjavíkurborg sýni aðhald og stefna styrkingu rekstrar og lækkun hreinna skulda til að mynda viðnámsþrótt í fjármálum borgarinnar gegn samdrætti sem getur orðið á vinnu- og fasteignamarkaði. Tilvitnun lýkur. Það ber að taka þessa aðvörun alvarlega.
Varðandi A-hlutann að þá kemur fram í aðgerðaáætlun 2016-2018 að það var gert ráð fyrir að eignatekjur myndu tryggja sjálfbærni í rekstri A-hluta. Það gekk hins vegar ekki fullu eftir og það áheldur ekki að reka Borgarásíð þannig hans í háður eignatekjum. Í greinargerð fjármálaskrifstofu segir þetta, með leyfi forseta, á tímabilinu 2018 til 2022 batnandi afkoma A-hluta studd af tekjum á söluhagnaði og sölu byggingaréttar sem nema á bilinu 2,1 milljarði króna til 5 milljarða króna ár hvert. Mikilvægt er að styrkja afkomu A-hluta í samræmi við forsendur 5 ára áætlunar þannig að rekstur A-hluta verði minna háður eignatekjum og þar með sjálfbærari þegar horft til lengri tíma. Tilvitnun lýkur. Þessi viðmiðunarorð þarf að taka alvarlega því enn langt í land að borgin eigi fyrir nauðsynlegu viðhaldi og því sé sinnt. Enda hefur komið fram að borgin þarf núna að fara að taka lán til þess að eiga fyrir því. Það kemur líka fram í greinargerð fjármálaskrifstofu að árin 2017 og 2018 magnaukning útgjalda aftur orðin talsvert umfram það sem telst sjálfbært til lengri tíma. En gert ráð fyrir því árunum 2019 til 2022 að mun meira jafnvægi í magnaukningu útgjalda verði náð í samræmi langtímamarkmið fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar. En það verður að huga því að við stöndum núna á toppi hagsveiflunnar og við vitum ekkert hvernig framtíðin og hvað framtíðin ber í skauti sér. Veltufé frá rekstri ennþá of lágt og nálægt lágmarksviðmiðunum og það gert ráð fyrir að hreinar skuldir aukist verulega og A-sjóðurinn sé ekki sjálfbær. Og það mikilvægt að lækka hreinar skuldir þannig að mynda verði svigrúm til að mæta áhrifum niðursveiflu sem myndast getur á vinnu- og fasteignamarkaði í samræmi við langtímamarkmið fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar eins og bent á í greinargerð fjármálaskrifstofu. Og í stuttu máli eins og þar kemur fram að þar segir að árin 2017-2018 skuldbindingar A-hluta ekki fjármagnaðar úr grunnrekstri. Fasteignaverð hefur hækkað verulega síðustu árin vegna skortsins á fasteignamarkaði. Það ber að fagna að lækkun fasteignaskatts sem fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir og það ber líka að fagna að með frumvarpinu einnig lögð fram tillaga 25% hækkun á viðmiði tekna til lækkunar fasteignagjalds og fráveitugjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Reksturinn ekki kominn í stand, það bara einfaldlega þannig. Hann byggir á eignasölu og auknum skuldum borgarinnar. Það verið að fara að skuldsetja borgina meira. Það hefur ekki verið gætt á útgjaldaaukningu og borgin langt á eftir með allt viðhald. Lóðaskorts- og þéttingarstefnan hefur leitt af sér mikinn vanda og við sáum það núna síðast í fréttum í dag þar sem að viðtal við skrifstofustjóra velferðarsviðs að það eru 24 sem búa núna í tjöldum í Laugardalnum. Við vitum líka hvernig ástandið á leikskólum borgarinnar. Og við vitum það líka að borgin gerir allt sem hún getur til þess að reyna að fjölga félagslegum íbúðum. En fasteignaverð hátt og við sjáum það núna að það eignir sem að koma í sölu að það yfir 700.000 krónur fermetri. Og ég taldi að það væri miklu eðlilegra að í ljósi þess að meirihlutinn hefur ákveðið að víkja frá blöndunarskilyrðum eins og til dæmis varðandi kaupin á íbúðum á Grensásveginum að þar sem að byggingarkostnaður lægri heldur en fasteignaverðið að borgin myndi fara í það að byggja húsnæði. Ég vil þakka starfsfólki fjármálaskrifstofu og starfsfólki borgarinnar fyrir gerð þessar fjárhagsáætlunar en ég ætla ekki að hafa mál mitt lengra enda kemur þetta flestast fram í gögnum málsins sem liggja fyrir þessu fundi. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá.
Forseti og borgarstjórn. Ég ætla að verja tíma mínum í að fara aðeins yfir verkefni sem að varða upplýsingatækni og gagnsæi og lýðræðismál. Þar að ýmsu að taka í greinargerð fagsviða. Helst að það sé að finna undir miðlægri stjórnsýslu og síðan nýjum upplýsingakerfum þar sem að fjárfestingar undir þessum verkefnum eiga heima. Það fyrirhugað að taka í fulla notkun nýjan stjórnendahugbúnað sem að var farið í útboð á og fjárfesti í núna í fyrra. Hugbúnaðurinn ClickSense. Þetta hefur verið í innleiðingu sem að felur meðal annars í sér að fræða starfsfólk og upplýsa það og þróa náttúrulega lausnir sem að margar hverjar eru komnar í rekstur innan hús. En á næsta ári er fyrirhugað að þarna verði stigið mjög stórt skref sem að felur í sér opnað verði svokallað mælaborð borgarstjóra sem að gefur heildarmynd af ýmsum rekstrar þáttum í borginni eins og þau standa hverju sinni að þetta sé svona lifandi upplýsingaveita sem að flaggar því sem að markvert hverju sinni og það að þetta verði aðgengilegt öllum ætti að gefa öllum færi á að setja sig í spor stjórnenda borgarinnar og sjálfsögðu er þetta mjög stórt skref í átt að auknu gagnsæi reksturinn. Opnar á lifandi aðhald. Svo eins og við höfum fengið kynningu í borgarráði fyrirhugað að ljúka kortlagningu á gagnamálum og fara í mótun gagnastefnu og mögulega stjórnkerfisbreytingar því samhliða á borð við að skipa sérstakan gagnastjóra og innleiða gagnamálin inn í miðlæga stjórnsýslu. Þetta felur í sér að horft á gagnamál sem sérstaka auðlind sem að huga þarf að í stefnumótum og horfa svolítið til hvernig þau mynda virðiskeðju. Gögn eru eitt og síðan verða aukin verðmætið úr þeim þegar settir vinna í að taka þau saman og búa til þeim upplýsingar sem næsta stig fyrir ofan gögn. Upplýsingar eru gögn sem að settir í ákveðið samhengi. Þannig að þetta er spennandi og fléttast saman við innleiðingu á nýjum lögum eða lagaumhverfi og regluumhverfi persónuvernd sem að bæði opinberir aðilar og einkaaðilar þurfa að bregðast við, felur í sér mjög auknar skyldur en sjálfsögðu líka tækifæri að nýta þetta samhliða okkar breytingum á okkar upplýsingaumhverfi til þess að til dæmis að huga að því hver ágögn að tryggja það að persónuupplýsingar til dæmis séu eitthvað sem að sá sem að þær hafi yfirráð yfir og geti vitað hvernig eru nýttar og haft stjórn af því. Svo verður haldið áfram að þróa vefsíðu borgarinnar áfram. Það fór nú ekkert sérstaklega hátt en það var ekkert auglýst sérstaklega en það komin ný útgáfa af vefnum sem afrakstur vinnu út frá þjónustustefnunni sem miðar að því að hugsa þjónustuveitingu og upplýsingamiðlun út frá þörfum notenda þannig að þarna er horft til notkunar upplýsinga hvað hverju fólk hefur mestan áhuga á að sjá á vefsíðunni þannig að það er sett fremst og síðan þetta tengt við önnur kerfi eins og opin fjármál og fundagerðarkerfi og það verður unnið áfram á þessari braut og
Hins höfum við séð að það hefur verið farið í auknum mæli inn á samfélagsmiðla og því verður haldið áfram og sett kannski heildstæð stefnumótun þar Svo er fyrirhugað að klára vinnu við síma app sem að fólk getur tengt sig við til þess að fá lifandi upplýsingar eða það sem að gerast í borginni og fólk getur gerst áskrifundur á þessum málaflokkum eins og ef það vil fá tilkynningar hvenær fundir eða aðrir viðburðir eru haldnir. Já, fjármálaskrifstofan er að innleiða bæði launaáætlunarkerfi, SAP, og síðan eins nýtt samstæðu uppgjörs- og áætlunarkerfi sem að náttúrulega er ætlað að tala saman við önnur upplýsingakerfi og gera enn auðveldara að opna þetta út á við og sjálfsögðu líka til hagræðis í þeirra vinnu og opin fjármál verða þróuð áfram til þess að bæta fleiru þar inn auka notkunar möguleika og eins maður nefna nýtt innkaupakerfi, nýtt skjalastjórnunarkerfi og nýtt upplýsingakerfi í staðinn fyrir GoPro. Þetta eru allt stóra fjárfestingar sem er farið í svolítið samhliða og tekur sinn tíma á að leiða til stóraukinnar skilvirkni í okkar upplýsingamiðlun og okkar vinnslu í samræmi við upplýsingastefnuna. Svo má náttúrulega nefna það að rafræna þjónustumiðstöðin, hún er komin á fullt skrið og henni eru þetta ætlað að vera miðlægur vettvangur fyrir forgangsröðun verkefna og stuðning við innleiðingu á rafrænni þjónustu allt borgarkerfið. Nú eru þau búin að forgangsraða í þá átt að byrja á að rafvæða allar umsóknir á velferðarsviði sem að er forgangsatriði sem að ég persónulega sá fyrir mér að það yrði mjög líklegt að yrði byrjað á af því að það er þekkt staðreynd að það var þekkt staðreynd fyrir að velferðarsvið hefur dálítið setið að dregist aftur úr þegar kemur að rafvæðingu. Það er ennþá vel flestir ferlar þar sem að þarf að gera handvirkt, skila inn pappírum og sækja. Það er töluvert hagræði fyrir notendur þjónustunnar að sleppa við þetta. Þannig að mér finnst það mikið ánægjuefni að byrja að segja á þessu. Og eins maður náttúrulega nefna undir rafræna þjónustumiðstöð er núna komin vefdeildin sem að var áður undir upplýsinga á vefdeild sem að þýðir að held að þýðir betri samlegð við upplýsingatæknideildina og aukin starfskraft þar. Já, svo má náttúrulega ekki gleyma því sem að kallað er Snjallborg eða Smart City sem að er alþjóðlegt svona módel. Ég fór nú á samt varaformaðinni í Stjórnkerfis- og lýðræðisráðs Veðunarsdóttur, borgarfulltrúa á ráðstefnu Nordic Smart Cities sem að er það hvað norrænar borgir eru að gera í þessum efnum. Þetta er svona módel sem að má kannski rekja til Amsterdam sem að byrjaði á þessu og var mjög leiðandi í nýtingu tækni og svo kallara snjallra lausna. Þetta er svona konsept sem að hefur kannski verið hjá sumum dálítið á reiki hvað þýðir. Hvort þetta þýðir bara nýting tækni almennt og upplýsingatækni í borgum eða hvort að þetta þurfa að ramma betur inn. En mér fannst nú á
Mér fannst nú að þessari ráðstefnu eins og að vel flestar borgir væru farnar að mynda sér nokkuð sameiginlegan skilning á þessu og farnar að geta afmarkað þetta aðeins. Og þarna var hægt að fræðast mörg samstarfsverkefni sem að þvert á borgir sem að borgir eru að mynda sér. En út frá þessu má sjá að snjallborgin eða Smart City gengur dálítið út á að skoða það mjög gaumgæfilega samanber það sem ég nefndi gagnastefnu, hvernig tæknin fléttast inn í aðra stefnumótun og hvernig má nýta hana til þess að ná fram hagræði og markmiðum á borði umhverfismarkmið og loftslagsmarkmið og maður sá það líka að það farið að huga dálítið mjög markvisst að því líka hvernig þetta snertir jöfnuð og hvernig þetta tryggja það að tækni nái til allra og hvernig þetta notað í borgarhönnun til þess að létta fólki lífið. Hér í Reykjavík hafa stærsta verkefnin, svona snjallverkefnin hingað til verið LED-væðing á ljósum sem að felur í sér bæði orkusparnað og síðan einhver þetta möguleika á sjálfvirkri stýringu þar sem að ljósin geta verið fjárstýrð eða farið eftir bara hver umferð svæðið hverju sinni. Þetta er gert í góðri samvinnu við Orkuveitu og svo felst þetta í innviða fjárfestingum sem að á borð við ljósleiðara og mælitæki. Þetta má tengja mjög við það að örgjur eru náttúrulega og svona tæknigræjur er að minnka töluvert í umfangi og þetta er hægt að nýta þannig að setja upp litla mæla sem að mæla einhvern mjög afmarkaðan hlut en taka mjög lítið pláss og er hægt að dreifa við það og með þessu er hægt að samþætta mælingar og fá svolítið skýra og glöggva mynd af því hvað er að gerast hverju sinni og hvernig auðlindir eru nýttar og þá er hægt að bregðast við með því að miða þær frekar að notkun hverju sinni. Þetta er svolítið í samræmi við bara kröfur í nútíma rekstrarumhverfi sem að kalla á það að það sé hægt að bregðast mjög snart við breytilegum þörfum og auka þannig hagræði. Þetta hefur verið nýtt í verkefnis með ruslatunnur út á Lækjartorgi sem ætti að vera auðvelt að útvika það sem að mælt er bara stöðugt hvernig nýtingin á ruslatunnunum er og tæmingum við út frá því. Þannig að líka pressa sem að er knúin af sólarorku sem að þjáttar ruslinu saman og þetta þýðir að í þessari tunnu er hægt að komast upp með að tæma blanda úrganginn bara einu sinni í viku en venjulega þarf að gera það einu sinni til 2 á dag þannig að þetta eru töluvert hagræði sem að í þessu felst og fyrirhugað er að setja upp nema sem að safna alls konar gögnum borgina veður og loftgæði, hljóðgæði og svo umferð til dæmis gangandi vegfarenda þannig að þetta er sem sé skilar sér í auknum upplýsingum hvað er að gerast í borginni og er samsíð mjög spennandi og svo má líka nefna það að snjallborgin það er náttúrulega sérstök eining innan skrifstofu þjónustu og rekstur sem heitir einfaldlega snjallborgin og hún hefur meðal annars komið að vinnunni við að styðja Sikkar við að koma upp bílastæðum og aðstöðu. Þau hafa verið í samvinnu til dæmis við Háskólann í Reykjavík eins og sjá má á stæðum þar. Deili bílaþjónusta fyrir þá sem ekki þekkja til þessa konsepts og eins rafbílahleypstöðvar. Við höfum náttúrulega hér á Íslandi í alveg einstakri stöðu til þess að fara í
skarpa rafbílavæðingu. Við erum með okkar náttúruvænu orku. Já, og svo má kannski nefna í lokin umboðsmann borgarbúa sem að eins og fram hefur komið hér áður hefur verið ákveðið að festa í varanlegi sessi og hann fær sérstakan fjárhagsramma og byrjar strax á næsta ári. Og fyrirhugað er hjá embættinu að kjölfar þess að það er búið að fá sitt eigið skjalasafn, þá verður farið í að endurskoða skráningu og skilun allra erinda hjá embættinu og bætti gagnagrunni til þess að skrá með fjölbreyttari hætti tölfræði þeirra erinda sem berast. Þetta er stórlega mikilvægar upplýsingar fyrir allt borgarkerfið og þessi yfirsýn sem að embættið hefur yfir umkvörtunarefnum og afdrifum þeirra, þeim er náttúrulega fylgt eftir og skráð gaumgæfilega hvernig brugðist er við þeim og tekið saman með miðlægum hætti. Og embættið ætlar einmitt líka að kortleggja með hvaða hætti svið og skrifstofur borgarinnar er að meðhöndla kvartanir og búið til sérstakt matslíkan sem til að leggja mat á þessa þætti og það á að leggja fyrir reglulega og farið verður í fyrsta matið á næsta ári. Þannig að í þessu eru þetta mikil tækifæri og umboðsmaður mun vinna náið með stjórnkerfis- og lýðræðisráði því að tilkynna okkur allt sem að kemur upp og gefa okkur færi á því að koma umkvörtunum áleiðis og kannski setja í víðara samhengi og sjá hvar úrbóta tækifærin eru. Já, þetta var kannski það sem ég vildi segja í stórum dráttum í þessari yfirferð. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Innansleikjurnar eru drjúgar og það þarf sterk bein til að þola góða daga. Þetta eru svona orðatiltæki sem eru með hugleikinn akkurat núna. Þetta er auðvitað fyrsta umræða að þessu frumvarpi og þá eftir að taka breytingum og við gerum þá á milli umræðuna og þá finnst mér mikilvægt að halda nokkrum atriðum til haga vegna þess að það er nefnilega þannig að við erum öll hér, við viljum gera vel hvert og sinn háttinn auðvitað og við höfum ólíka sýn á hvaða leiðir skulu fara að því og samtalið er mikilvægt, það fer fram meðal annars hér og í mínum huga þá eru forgangsmálin alltaf menntamál og velferðamál og auðvitað öll umgjörðin sem býr til Reykjavík, menningamálin, umferðarmálin, umhverfismálin, loftslagsmálin og svo fram eftir götum. Og mér finnst við hafa staðið okkur vel á kjörtímabilinu að snúa við þeim niðurskurði sem hefur vomað yfir borginni undanfarin ár og allt frá hruni. Og það er ekkert hjákátlegt að vera að tala hrunið. Það er ekki alveg bitið úr nálinu með það. Við erum ennþá að gera betur í viðhaldi meðal annars og það er allt í lagi að segja það eins og það er. Og það er alltaf hægt að gera betur og vilji okkar stendur til þess og þessi fjárhagsáætlun ber þess merki. Það eru áskoranir líka og ég ætla að þá mér er efst í huga manneklan sem að blasir við okkur bæði á leikskólum og líka inn á velferðarsviði.
Það eins og að þegar það uppsveifla þá fara allir úr umönnunarstörfum. Það vantar hjúkrunarfræðinga, það vantar leikskólakennara, fólk vill ekki starfa við daggæslu eða með ungum börnum, það vill ekki vera í liðveislu eða vinna með fötluðu fólki. Það vantar lögreglumenn og þar fram til götunum hjúkrunarfræðinga, allt það sem að skipti samfélagi gríðarlega miklu máli. Þannig að verkefni borgarinnar eru óþrjótandi að þessu leyti og við þurfum að hlúa að bæði stóru verkefnunum og litlu verkefnunum. Við þurfum að hafa í huga að halda áfram að uppræta kynbundinn launamun. Við þurfum að gera borgin okkar örugga, við þurfum að setja meiri pening í til dæmis eins og ofbeldisvarnarnefndina og í verkefnum tengdum kynbundnu ofbeldi. Við þurfum líka að auka þjónustu við íbúa, færa verkefnin nær þeim, þar koma lýðræðisverkefnin inn. Við þurfum að tryggja fjármagn til þeirra eins og Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi fór hér yfir. Þau eru ýmsum toga. Við þurfum síðan líka að huga að kjaramálum. Nú verða kjarasamningar bara átt lausir. Grunnskólakennara 1. desember 2017, félag tónlistarkennara í mars 2018 og svo í 2019 eru til dæmis eins og Eflingarstarfsfólkið með lausa kjarasamninga og þarna eru láglauna kvennastéttir sem að við þurfum að passa upp á að fái þær launahækkanir sem að þær eiga skilið. Svo það auðvitað skólakerfið, menntakerfið okkar. Við eigum að hafa metnað til þess að búa til menntakerfi sem að rúmar okkur öll og ýtir undir sköpun og fróðleiksþorsta sem byggir á fagþekkingu, ástríðu og hugviti og við þurfum að styðja við það og það sama gildir velferðarþjónustuna sem við veitum. Það eru ýmis teikn á lofti það að markaðurinn efnahagsástandið sé farið að kólna, hingað sækja færri ferðamenn. Það eins og við séum á toppi efnahagssveiflunnar og þess vegna eins og ég í upphafi máls mín talaði að það þarf sterk bein til þess að þola góða daga, að þá þurfum við líka að gera ráð fyrir því að það komi niðursveifla. Og hvar ætlum við þá að forgangsraða, í hvað ætlum við að setja peningana? Þetta allt háð pólitík. Mér langar líka aðeins að ræða tekjustofnana og þær breytingar sem við þurfum að gera á þeim eða hvaða ráða við getum gripið til þess að fjölga þeim. Og það hefur auðvitað, við erum alltaf að ræða gistináttagjaldið, það reyndar í óvissu, við höfum ekki fengið ríkisstjórn sem hefur sett inn mál við dagskrá. Eins með til dæmis þær breytingar sem mér hugnast, það til dæmis að auka tekjur og sorphirðu og bílastæðagjöldum og ég hef rætt það áður hér í þessum ræðustól. Núna til dæmis ekki leyfilegt að hagnast á sorphirðu en einhvern veginn þá þurfum við að greiða fyrir aukna framþróun og þjónustu í endurvinnslu í úrgangsmálum ef hann á að standa undir sér. Og eins spyrjum að okkur ekki hægt að greiða úr bílastæðasjóði sem sagt þannig að greiða megi fyrir aðra samgöngumáta heldur en bílinn. Vegna þess að ég veit að það pirrar fólk vel mikið að hér sé þrengt að einkabílnum en þetta auðvitað líka loftslagsmál og í það þurfum við að setja kraft. Eins með þessar stefnur sem við höfum samþykkt á vettvangi borgarinnar, þar eru auðvitað oft á tíðum pólitískt plagg en líka ekki flokkspólitískt plagg. Við setjum fram stefnur af því að það kallað eftir þeim og þá þurfum við að tryggja fjármagn til þess að þeim sé framfylgt en líka sem sveitarfélag þá ber okkur skylda til þess að koma upplýsingum til borgarbúa og við megum alveg setja pening í að gera það. Ég ætla bara rétt að nefna málstefnuna, stefnumálefni innflytjenda og flóttafólks, menntastefnan sem ennþá í smíðum, frístundastefnan sem var samþykkt, mannréttindastefnan, menningastefnan og þjónustustefnan og svo lýðræðisstefnan þegar hún klárast. Við þurfum að hafa þetta allt í huga. Við þurfum að gera ráð fyrir því að þetta megi kosta pening og það kannski gerist eitthvað þar úr milli umræðana. Mér langar líka rétt aðeins að koma inn á kjör barnafólks.
Vegna þess að oft virðast það vera breiðu bökin í samfélaginu. Flestir útgjaldaliðir eru hjá barnafólki. Það þarf að borga leikskólagjöld eða tómstundir fyrir börnin sín. Það er ofta að koma undir sig þaki yfir höfuðið og það getur verið þungt. Barnmargar fjölskyldur, útgjöldin eru mikil og ég held að það sé ágætt að halda öllum gjöldum, ef ekki að afnema þau gjöld, algjörlega í lágmarki. Ég er stolt af því að við höfum hækkað frístundakortið þó að þar megi líka skoða að það nýtist ekki tekjulágum fjölskyldum og hvernig getum við þá undið ofan af því í samvinnu við íþróttafélög. Þetta er mér mjög hugleikið. Eins sem með menntun ungra barna, ég ætla ekki að víkja frá þeirri skoðun minni að menntun barna allt frá því að þau fyrst hefja skólagöngu í leikskólum og alveg upp í framhaldsskóla. Það er samfélagslegt verkefni og menntun barna og allstæðar í heiminum á að vera endurgjaldslaus. Þannig að við þurfum að vera með eitthvað plan hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og það þarf að gerast þverpólitískt. Við þurfum að vera sammála þetta þverpólitískt svo þetta megi ganga eftir eigi framan á og líka í samstarfi við ríkið og ég hef áður rætt það á þessum vettvangi þannig að þetta er kunnulegur söngur í eyrum þeirra sem að hlusta og fulltrúa Vinstri grænna í borgarstjórn. Ég er engin sérstakur skattpíningasinni nema síður sé en maður hlýtur að þurfa að spyrja sig að hér var dálítið rætt útsvarið, af hverju það megi ekki lækka það. En þá spyr ég á móti, nú er þjónustukrafan orðið mjög mikil hjá sveitarfélögunum, hvar að þó að skera niður ef við ætlum að lækka útsvarið. Og borgarstjóri fór ágætlega líka yfir það hér í sinni yfirferð. Þessu er ekki kannski fyllilega rétt reift varðandi jöfnunarsjóð til að mynda eins og dæmið sem að borgarstjóri tók með Garðabæ. Og nú eru til dæmis langflest sveitarfélög með útsvarið sitt í leyfilegu hámarki og þetta segir okkur sitt hvað þá þjónustukröfu sem að borgarbúa gera á sín sveitarfélög. Það er líka rétt að þegar það er lagasetning og eins og til dæmis nýju fjárlögin þá verður að vera betra samtal milli ríkis og sveitarfélaga. Þess að ríki verður líka að geta borið ábyrgð á því þegar það breytir lögum til að mynda eins og við höfum verið að fjalla lagasetningu hlutfall leikskólakennara í hlutfall leikskólakennara eigi að vera 2/3 og það má þá alveg líka fylgja fjármagn með því að auka hlutfall leikskólakennara í menntun ungra barna. Já. Það er auðvitað hægt að leysa fjölgun tekjustofna sveitarfélaga og tekjuaukningu þeirra með ýmsum hætti. En augljósa leiðin er sú að ríkið gefi til dæmis eftir tekjuskattinn þannig að sveitarfélög geta hækkað útsvarið. Það væri sjálfsökulegs leið fyrir landsmenn og þar með talið borgarbúa. Og það er auðvitað alltaf hægt að heimila útsvarshækkun en ég hugsa að við fengjum ekki Sjálfstæðisflokki með okkur þar í lið. En þá eftir stendur alltaf við þessa fjárhagsáætlunargerð eins og það næstu og þar á undan hvað fáum við fyrir skattan okkar og hver er ábati fyrir samfélagið. Ég ætla svo sem ekki að fara út í það, ég ætla bara að vera með rúsunni pilsu endanum í annari umræðu, geti beðið spennt þangað til. Það mætti líka, og ég hef líka áður talað það mætti skoða tekjutengingu við útsvarið af því að vinstri stjórnin breytti skattkerfinu til hins betra. Þá var bara tekjuskatturinn sem var tekjutengdur en ekki útsvarið. Þannig að sveitarfélögin hafa ekki og hafa aldrei haft heimildir til þess að tekjutengja útsvarið. Þannig að ef maður er með háa tekjur þá er krónutala hærri sem maður greiðir í útsvarið en svo er enginn þrep búinn til fyrir útsvarið. Þannig að gott og vel við skulum ekki fara út í þetta. Þetta er eitthvað þráhyggjaði mér. Ég ætla að láta hana liggja milli hluta.
Ég held ég hafi farið yfir flest allt. Jú, svo annað sem við þurfum að hafa í huga sem að gæti falið í sér einhverjar breytingar og það fjölgun borgarfulltrúa. Þannig að það gæti jafnvel breytt stjórnkerfinu eins og það í dag, varðandi skipan í ráð og nefndir og þá fyrirkomulag þeirra og við þurfum líka að hafa þetta í huga milli umræðina. Ég stolt af því að við höfum aukið fjárheimildir til leikskóla og grunnskóla og við getum gert betur þar eins og alltaf og fyrir því ætla ég að berjast hingað til sem áður. Takk fyrir. Og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir loki máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu loki. Já. Þá þurfum við að taka inn tillögur frá Sjálfstæðisflokknum inn með afbrigðum og mætti ég biðja borgarfulltrúum að ganga inn í salinn til þess að greiða atkvæði þessar tillögur sem að ég bið borgarfulltrúum að annaðhvort taka inn með afbrigðum eða ekki. Þau ykkar sem að samþykkja að taka inn tillögunum með afbrigðum, gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá ber ég tillögu skoðun og lækkun útsvari upp fyrir borgarstjórn. Þau ykkar sem að samþykkja hana gefur merki. Þau ykkar sem á móti kunni að vera. Hún felld með 6 atkvæði. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þau ykkar sem að samþykkið tillögu skoðun og lækkun útsvari gefið merki. Það eru 6 sem eru samþykkja henni, þau ykkar sem á móti kunni að vera. Það eru 9 tillögur telst felld. Svo tillögu lækkun fasteignaskatta. Þau ykkar sem að vilja samþykkja tillögu lækkun fasteignaskatta gefið merki. Það er að þeirra tillögu. Já. Tillögu Sjálfstæðisflokksins, tillögu sem við tökum inn með afbrigðum. Þau ykkar sem á móti kunni að vera, hún felld með 9 atkvæðum gegn 6. Og þá eru teknar til afgreiðslu tillögu borgarstjóra sem vísa var til afgreiðslu borgarstjórnar að fundi borgarráðs 27. október eins og ég fór yfir hér í upphafi fundar. Það 21. liður álagningar hlutfalls útsvars 2018 til samþykktar. Og við ætlum að greiða allt, við greiðum hvellið. Já. Ég ber hann upp til samþykktar þau ykkar sem að samþykkið 21. lið álagningar hlutfall útsvars 2018. Við erum að greiða atkvæði 21. lið undir fundargerð borgarráðs frá 27. október. Þau ykkar sem á móti kunni að vera. Hann samþykktur með 9 atkvæðum og 6 sitja hjá. Þá 22. liður álagningar hlutfalls fasteignaskatt og lóðarleigu 2018. Þau ykkar sem að samþykkja hann gefur merki. Þau ykkar sem á móti kunni að vera. Hann samþykktur með 9 greiddum atkvæðum, 6 sitja hjá. Þá 23. liður fyrirkomulag afsláttar til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Þau ykkar sem samþykkja hann gefur merki. Hann einróma samþykktur og þá 24. liður gjaldaskipting, fasteignaskatt og lóðarleigu til samþykktar. Þau ykkar sem samþykkja hann gefur merki. Þau ykkar sem á móti kunni að vera. Hann samþykktur með 9 greiddum atkvæðum og 6 sitja hjá. Þá tökum við til afgreiðslu tillögu borgarstjóra sem vísa var til afgreiðslu borgarstjórnar á fundi borgarráðs 31. október. Þar undir 3. liður gjaldskrá Reykjavíkurborgar og við ætlum að leggja til að honum verði vísað til afgreiðslu við síðari umræðu.
Við erum sem sagt að greiða atkvæðum og hún sé vísað til síðari umræðu. Þau auka sem samþykki það og hún sé vísað til síðari umræðu. Það er samhljóða samþykkt. Og þá er það 4. liður lántöku vegna framkvæmda á árinu 2018 og við leggjum einnig til að hún sé vísað til síðari umræðu. Þau auka sem samþykkið að vísa hún til síðari umræðu gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Að þessu loknu þá er lagt til að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018 og fyrri umræðu 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2018 til 2022 verði vísað til síðari umræðu og hún fer fram 5. desember og þau auka sem samþykki það gefur merki. Við ætlum öll að samþykja það að tala þetta 5. desember aftur. 7. Já, 7. desember, það er rétt, alveg rétt. 7. desember. Það er samþykkt, ánægilegt og þá göngum við til 5. liðar, nei 3. liðar. Og þessi sem er eftir. Já. Þá fyrir við í 3. lið sem er fundargerð borgarráðs frá 19. október og það er undir 14. liður sem er Gamla höfnin, Alliansreitur, deiliskipulag og 16. liður Suður Mjódd, íþróttasvæði Íþróttafélags Reykjavíkur, deiliskipulag. Þessa 2 liði þurfum við bara að samþykkja. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur hvatt sér ljós. Borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjórn og borgarstjórn, ég kem hérna upp undir fundargerð borgarráðs frá 19. október undir lið 27-34 þar sem ég geri athugasemdir varðandi kaupin á þessum 8 íbúðum sem þar eru og áskilur mér rétt til sambærilega bókunar eins og ég bókaði á síðasta fundi borgarstjórn. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og því hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Við erum með 14. lið Gamla höfnin, Alliansreitur og 16. liður, við erum undir 3. liði fundargerð borgarráðs frá 19. október. Það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kem í hljóðs undir fundargerð borgarráðs frá 19. október og þar er í 14. lið lögð fram bókun undir 14. lið sem ég ætla að endurtaka hér, skýrir verð þar athugasemdir sem við gerðum í þessu máli og þar lögðust fram eftirfarandi bókun og við leggjum hana fram aftur hér með leyfi forseta. Varðandi byggingu á svonefndum Alliansreit og það er svo hljóðandi. Umrædd deiliskipulagsbreyting felur í sér stór aukið byggingarmagn á Alliansreit og ný byggingarsvæði. Byggingarmagn ofanjarðar meir en tvöfaldast fer úr 3.300 í 6.700 fermetra sem er mjög mikið miðað við heildaryfirbragð nærliggjandi byggðar. Fleiri og hærri byggingar valda því að útsýn úr hverfinu skerðist til vesturs og skuggavarp eykst. Slíkt orkar tvímælis í hverfi eins og gamla Vesturbænum sem hefur í meira en öld þróast í nánu sambandi við höfnina og sjávarútveginn. Þá er skilgreining á landnotkun aðalskipulags víkkuð út hvað snertir hótelrekstur og verður reiturinn aðalega nýttur í því skyni. Slíkt stingur í stúfi fyrir markmiðum að uppbygging á svæðinu og að styrkja íbúðabyggð þar. Þá eru bílastæði fjarlægðar af yfirborði þrátt fyrir mikinn og vaxandi bílastæðaskort í hverfinu. Samkvæmt umferðargreiningum mun aukning umferðar af skipulögðum en óbyggðum reitum við Vesturbugt, Austurhöfn og í grennd við Alliansreitin leiða af sér rúmlega 13.000 bílferðir á sólarhring. Hætta er á miklum umferðartöfum á Mýrargötu og nálægum gatnamótum ef svo mikil umferð bætist við án mótvægisaðgerða. Þá mun breytingin þrengja mjög að hinu friðlýsta Allianshúsi
og draga úr vægi þess í hverfinu en útliti fyrir að það verði innikróað af hótelum. Og þannig hljóðar það. Undir 16. lið þá lögðum við fram svofelldri bókun sem við óskum eftir að vera einnig færð í bækur hér borgarstjórnar. Svohljóðandi: Umrædd tillaga felur í sér margvíslegar breytingar á deiliskipulagi Syðri Mjóddar sem sumar eru til bóta en aðrar ekki. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja allar þær breytingar á íþróttasvæði IR sem eru fallnar til þess að efla starf félagsins í þágu íþrótta- og æskulýðsstarfs í Breiðholti. Hins vegar hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagst eindregið gegn þeirri ákvörðun Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna að ráðstafa án útboðs 24.000 fermetra lóð á svæðinu til bílaumboðs. Gerðar eru athugasemdir við slíka skerðingu á íþrótta- og útivistarsvæði sem fremur ætti að taka þá frá í þágu framtíðarhagsmuna IR. Þá mikilvægt að komið verið til móts við þarfir eldri borgara í ljósi þess að pútvöldu þeirra á framtíðarbyggingar í þjónustu miðstöðvar við Árskóga. Kjartan Magnússon lokið máli sínu, borgarfulltrúi, og ekki hafa fleiri kvart sér hljóðs, og ég ber upp 14. lið fundargerð borgarráðs frá 19. október, Alliansreitur, þau eitthvað sem að samþykkið deiliskipulag, gefið merki, þau eitthvað sem á móti kunnið að vera. Já. Það vantar borgarfulltrúa í salinn. Já, og forseti vill biðjast afsökunar á því að hafa farið rangt með dagsetningu og fundi borgarstjórnar. Hann sem sagt 5. desember, sem þriðjudagur. Hér var upp í ruglingur borgarstjórn. Ég finna sögur á líka. Já, þá ber forseti aftur upp 14. lið undir fundargerð borgarráðs frá 19. október Alliansreit og deiliskipulag. Þau sem að samþykki það gefið merki. Það eru 9, þau eitthvað sem á móti kunnið að vera. Má ég sjá, það eru 6 á móti og 9 greiða atkvæði með, og þá er það 16. liður undir sömu fundargerð sem Suður Mjódd. Deiliskipulag, þau eitthvað sem að samþykkið, 16. liðin, gefa merki, þau eitthvað sem á móti kunnið að vera. Hann er samþykktur með 9 greiðum atkvæði og 6 greiða atkvæði á móti. Suður Mjódd, íþróttasvæði, íþróttafélags Reykjavíkur, deiliskipulag. Þá göngum við til fundargerðar. Við áskilum okkur rétt, já, hér áskilum eins rétt til að bóka. Þá förum við í 4. lið og þar eigum við eftir fundargerð borgarráðs frá 2. nóvember. Þar undir eru 2 liðir, 22. og 23. Við þurfum að samþykkja þessa liði. Það eru tillögur að viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017 sem er 22. liðurinn. Það er eitthvað sem að samþykkja hann gefur merki. Það er eitthvað sem að samþykkið hann gefur merki. Og þau eitthvað sem á móti kunnið að vera, hann er samþykktur með 9 greiðum atkvæðum. Svo er það 23. liður sem er líka tillögur að viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017. Þau eitthvað sem samþykkja hann gefur merki. Þau eitthvað sem á móti kunnið að vera, hann er samþykktur með 9 greiðum atkvæðum og 6 sitja hjá. Og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls undir þessu lið. Sama liður. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 2. nóvember og lið númer 16, þar sem lagt fram bréf skóla- og frístundasviðs dagsett 27. október 2017
samþykkt skóla- og frístundaráðs á samkomulag með riftun þjónustusamnings við Reykjavík International School dagsett 12. október 2017 ásamt fylgigögnum. Í þessu bréfi þessum samningi sem var samþykkt í borgarráði kemur raunverulega fram að þessi skóli hafi vanrækt skyldur sínar með svo alvarlegum hætti að það hafi réttlæti riftun á samningnum. Það er ég ekki að efast og það er ekki ástæðan fyrir því að ég kem hérna inn eða upp, heldur þær upplýsingar sem að lágu fyrir hjá skóla- og frístundasviði raunverulega allt það sem af þessu skóla, ekki þessu skóla, heldur þessu ári frá upphafi árs 2017. Ég tók nokkra fundi sem fulltrúi inn í skóla- og frístundaráði á fyrri hluta þessa árs og auðvitað lagt fram sem trúnaður, þannig að þetta er fyrsta skipti sem við getum rætt þessi málefni hérna opinskátt í sal borgarstjórnar. Og það þyrfti að koma fram hvers vegna við erum að bregðast svona seint við og ekki nóg með það vegna þess að það vita það allir sem hafa sitt í skóla- og frístundasviði að málefni þessa skóla hafa verið í gjörgæslu og ég er ekki að brjóta henni trúna með því að segja það. Samt sem áður að þá er gert að fara inn í með leyfi forseta inn í gögnin, má ég sjá. Borgarráð, hérna er þetta. Nítjándi liðurinn. Að í fylgigögnunum sem koma hérna fram að þá er náttúrulega þjónustusamningurinn sem var skrifað undir á sínu tíma við upphaf samningsins í október 2015. En síðan gerði viðauka þjónustusamningur í 31. mars 2017 við þennan skóla þegar við erum þegar komið með mjög alvarlegar athugasemdir hvað er í gangi þarna. Og ég held að það væri bara mjög gott að fá formann skóla- og frístundaráðs hérna upp til þess að fara yfir þetta og upplýsa okkur borgarfulltrúa vegna þess að hér höfum við verið að takast á bæði í þessum sal og inn í skóla- og frístundasviði og inn í borgarráði mikilvægi þess að við séum, og okkur greinir á, kannski ekki mikilvægi að það séu bæði einkareknir skólar og borgarreknir skólar. Og ég þannig að ég vil hag þessara skóla beggja mjög vel, vil hag þeirra, sem bestan. En aftur á móti að þegar svona atriði koma upp, þá finnst mér allt of seint sem við erum að bregðast við. Og hverjum erum við raunverulega að bregðast af? Við erum að bregðast einhverjum örfáum reynda nemendum sem eru þá í þessum einkarekna skóla. Þetta kostar okkur peninga vegna þess að ég man ekki betur heldur en að við hefum samþykkt auka fjárveitingu fyrir nemendurinn í alþjóðadeildinni í Landakotsskóla einmitt af því að þessi sami skóli var ekki að standa sig. Þannig að með ákveðnum hópa börnum var Reykjavíkurborg að borga tvöfalt framlag, bæði þá til Reykjavík International Skólans, þar sem að peningarnir voru greinilega ekki að nýtast, en formaðurinn leiðrétti mig ef ég er að fara með rangt mál, en síðan líka inn í alþjóðadeildinni í Landakotsskóla þar sem krakkarnir þeim tekið við þeim. Og ég held að þegar við fáum svona aðkallandi málin á borð til okkar, jafnvel þó þau séu í trúnaði, þá verðum við sem stjórnendur að hafa kjark og þor til að taka miklu fastar að tökum á þessu strax. Og þá skiptir nú ekki máli hvort að pottur sé brotin þegar velferð barnan okkar er að ræða í einkareknum skólum eða í borgarreknum skólum. Þannig að
Þetta innlegg mitt áskorun til formanns skóla- og frístundaráðs að koma hér upp og upplýsa allt borgarráð hvernig staðið hafi verið að þessu. Takk fyrir. Það var Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máli Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé full ástæða til þess að fara yfir þetta mál í smáatriðum og sjálfsagt að gera það bara á réttum stað og með einhverjum fyrirvara, þannig að það liggi fyrir að það sé óskað eftir tilteknum upplýsingum máli eins og það liggur. Þetta auðvitað hins vegar ákveðin sorgarsaga það þegar að ágæt hugmynd gengur ekki upp í framkvæmd það að vera hér með tiltekinn skóla sem að einbeita sér að því að þjónusta börn, sérstaklega erlendra íbúa í borginni sem hafa til dæmis reynslu af erlendum skólum eða vilja vera með börn sín í alþjóðlegu námi. Þetta var mikil sorgarsaga hvernig þetta mál, hvernig því vatt fram. Það var ekki staðið við skuldbindingar gagnvart því starfsfólki sem að þarna var að vinna. Það var ekki gætt að því að menn væri með tilskilin réttindi. Þarna á þessum loka kafla þessara sögu og inn í það blönduðust sjónarmið og athugasemdir sem að bárust sviðinu, skóla- og frístundasviði frá einstökum starfsmann. Við leiðrétta það sem kom fram í máli borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur að það væri verið að tvíborga, það var alls ekki það að ræða. Hins vegar var tilfærsla nemenda sem að fóru þá frá alþjóðaskólum og óskuðu eftir því að sækja námi í Landakotsskóla og fjármunir færðist þá þar á milli. En sjálfsagt að fara nánar yfir einstök atriði, hvort sem á vettvangi skóla- og frístundaráðs, væri kannski eðlilega að taka máli fyrst upp þar, eða þá hér í borgarráði og hafa þá undir hvaða tilteknu þættir það eru sem að menn vilja að séu upplýstir sérstaklega. Ég tel að sviðið hafi haldið vel á þessu máli. Við erfiðar aðstæður, það alltaf þarfir barnanna sem eru númer 1, 2 og 3 og síðan að tryggja að rétt sé staðið að öllum málum, varðandi starfsmannamálum svo framvegis. Því miður var mikill pottur brotinn í því efni og ljóst að þurfti að grípa til óvenjulegra aðgerða. Ég tel að það hafi nást svona ágætt lending í því máli að ná samkomulagi við stjórnendur skólans núna á þessu hausti, frekar heldur en að það færi fram einhliða riftun og það tókst meðal annars eftir svona ágætt samtöl á milli meiri og minnihluta í skóla- og frístundaráði. Já, við Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óskaðist því að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans og það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir að koma hér upp og fara aðeins yfir þetta og kannski þetta ítreka það að einmitt þegar þessi tilfærsla fór á milli varðandi fjármuna þá taldi ég að það hefði verið búið að greiða á til RIS og síðan þyrftum við auka fjárveitingu af því það voru sömu nemend sem voru að færast yfir en það er þá greinilega annarkvort það hefur þá greiðslan hefði ekki verið innt af hendi. En þar sem ég hef ekki aðkoma skóla- og frístundaráði þá finnst mér raunverulega hugmyndin sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason kom hérna fram með varðandi mögulega að gera úttekt á því hvað það er sem við þurfum að hafa í huga, fara yfir málið og hvernig við megum læra af því. Vegna þess að saga þessa skóla að því mér sýnist vera frekar stutt, 2 ár, 2 rekstrarár og þar af 1 rekstrarár í algjörum í miklum vandræðum. Þannig að hvað getum við lært af því þegar við erum að fara af stað með Reykjavíkurborg að borga undir einkaskóla sem að fara af stað. Þetta ekki þessu gömlu grónu skólum sem hafa miklu og langa sögu á bak við sig. Hvernig þarf eftirfylgni að vera? Hvaða lágmarkskröfur erum við að gera og hvernig getum við sinnt eftirlitshlutverkinu og kannski leiðbeiningarhlutverkinu sem stjórnvaldi betur? Þannig að ég ætla að skoða það hvort ég komi fram með tillögu ef aðrir borgarfulltrúar að koma upp undir þessu máli. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, lokið máli sínu og næst tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Bara þakka fyrir þá umræðu sem hefur farið fram þetta mál og það er alveg rétt eins og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi bendir á að þetta eru viðkvæm mál og það má sjálfsagt að endurskoða hvernig við stöndum að þessu. En ég tel að í þessu tilviki þá hafi bara verið haldið eins vel á málinu eins og unnt var og það komu auðvitað á þessar leið, þá komu auðvitað upp spurningar, sumt sem var inn í þessu máli hafi kannski ekki verið ekki gert áður, þannig að menn þurftu mjög mikið að vanda sig og gæta þess að fara eftir reglum okkar og laga bókstafsins og allt það og ganga eins mildilega fram eins og unnt var, án þess þó að fórna fjárhagslegum hagsmunum borgarinnar. En í þessu eins og þessi verður þetta að hafa í huga, þarna ræða starfsemi þar sem við verið að kenna það sem varðar skólagöngu barna og ég tel bara í þessu máli þá hafi tekist mjög vel að finna viðunandi lausn á einhverju stigi málsins þá efumst við fullur á Sjálfstæðisflokksins að það verður rétt að fara kannski einhliða riftun heldur verður rétt að óska eftir því að það næðist samkomulag í málunum milli borgarinnar og skólans. Nú það var á það fallist af fulltrúum meirihluta í skóla- og frístundaráði og í stuttu máli sagt þá held ég að þetta mál sé bara til fyrirmyndunar það hvernig meirihluti og minnihluti hafa unnið saman í þessu ráði til þess að leysa viðfangsefni sem þurft að leysa og ég held að það við bara tekist eins vel við erfiðar aðstæður, vissulega eins og Skúli Helgason, borgarfulltrúi segir, að leysa málið og ég vil bara þakka öðrum fulltrúum í skóla- og frístundaráði fyrir samvinnunni í þessu máli og vona að því sé lokið. Það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir því að taka til máls. Borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég ætla að lesa hér upp tillögu sem að ég óska eftir að vera tekin inn með afbrigðum á fundinum og hún er svohljóðandi: skóla- og frístundasviði falið að taka saman þá þætti sem misfórust í uppbyggingu og innleiðingu Reykjavík International School. Þannig að lögð sé áhersla á hvað betur má fara, hvernig Reykjavíkurborg getur stutt við nýja skóla og veitt leiðbeiningar svo að menntunarhagsmunir barna sem þangað sækja nám séu ætíð hafðir í hávegum. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hún hefur lagt fram tillögu sem að hún óskar eftir því að borgarstjórn taki inn með afbrigðum og las hana upp svo hljóðandi að skóla- og frístundasviði sé falið að taka saman þá þætti sem misfórust í uppbyggingu og innleiðingu Reykjavík International School eða RIS. Þannig að lögð sé áherslu hvað betur megi fara, hvernig Reykjavíkurborg getur stutt við nýja skóla og veitt þeim leiðbeiningar svo að menntahagsmunir barna sem þangað sækja nám sé ætíð hafðir í hávegum. Svo hljóðar tillagan. Borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég legg nú til að við samþykkjum að taka þetta inn með afbrigðum en vísum til skóla- og frístundaráðs til skoðunar. Borgarstjóri lokið máli sínu. Ég ber upp þessa tillögu, óska borgarfulltrúi eftir því að taka hann inn með afbrigðum. Þeir gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Hér er komið málsmeðferðartillaga frá borgarstjóra að vísa framkominni tillögu til skóla- og frístundasviðs. Þau eitthvað sem að samþykkið að vísa henni til skóla- og frístundaráðs. Ráð skal það vera, gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Tillögunni vísa til skóla- og frístundaráðs. Þá höldum við áfram með dagskrána. Við göngum til 5. liðar og útsendir dagskrá. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 3. nóvember. Þar undir eru 2 liðir sem við þurfum að samþykkja. Annars vegar annar liður sem tillaga ákvæði lögreglusamþykkt
lögreglu samþykkt Reykjavíkurborgar sem að fjallar girðingar og hins vegar þriðji liður sem breyting og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjal borgarstjórnar síðari umræðu. Þetta varðar umboðsmann borgarbúa. Ég ætla Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, óska eftir því að koma upp undir þessum lið og taka til máls. Frú forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Ég kem hér upp undir fundargerð forsætisnefndar og liðar 5 sem tölvubréf frá mér þar sem var óskað eftir að borgarfulltrúum væri veittur aðgangur að gögnum borgarráðs aftur í tímann. Og mér langar kannski bara örlítið að vekja athygli borgarfulltrúa á þeirri stöðu sem líklegast allir kannast við að einhverju leyti, en þá það þannig að í dag þegar við förum inn á vefinn og skoðum fundagerðir borgarráðs, að þá það frá 1. júní 2017 að þá fylgja þar undir öll fylgigögn sem voru á fundinu. Og ég hrósaði borgarráðsmönnum og formanni held ég og þeim sem stóðu að því að koma þessari breytingu á skrifstofu borgarstjórnar, því þetta er hvílíkt vinnusparandi aðgerð. Aftur á móti það þannig að ef við förum í fundagerðir inn á vefnum sem eru fyrir þann tíma, eins og síðasta sem 18. maí og svo bara allt þar eftir, þá fáum við ekki þessi gögn. Og það auðvitað sérstaklega svona erfiðara þegar að maður orðinn óháður borgarfulltrúi og ekki með aðgang inn í borgarráð, ekki heldur í gegnum neinn annan, til þess að láta sækja fyrir sig gögn sem eru eldri, bara frá upphafi kjörtímabilsins. Tillögur og bókanir og fyrirspurnir sem að við höfum verið að gera. Og ég tel að þess vegna lagði ég fram sendi þennan tölvupóst á forsætisnefnd sem tók máli upp og því var frestað. Og ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta. Mjög óformlegur, en getur tekið það upp á næsta forsætisnefndarfundi hvort það sé ekki hægt að veita öllum borgarfulltrúum aðgang að gögnum borgarráðs aftur í tímann á svæðið eldri Reykjavík. Eins og þú veist að þá hægt að nálgast öll fylgigögn með borgarráðsfundu strax eftir fund í dag, en það er ekki hægt frá því fyrir maí 2017, júní 2017. Þannig að núna þegar ég að fara í gegnum gömul mál, þá þarf ég alltaf að biðja skrifstofuna að senda mér einhver tiltekið gögn sem hægir verulega öllu og veldur óþarfa álagi á starfsfólk skrifstofunar. Þannig að, og tilvitnun lýkur. Þannig að ég ætla að vona það að þessi tillaga, okkur tíðrætt gagnsæi í stjórnsýslunni og við höfum talað aðgang að upplýsingum. Við erum sérstakt ráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem á meðal annars á svona auka skilvirkni til borgaranna, en ekki síður til kjörinna fulltrúa. Þannig að í ljósi þess að þá vonast ég til þess að þeir aðilar sem eru með atkvæðavægi í forsætisnefnd samþykki þessa tillögu. Ég trúi það var sem hægt að fá álit fjármálaskrifstofu, ég sá að það hefur verið gert í fundargerð varðandi tillögu okkar sjálfstæðismanna frá því fyrra varðandi að koma með endurrita á ræðum í borgarstjórn. Það kosta var ekki 67 milljónir á ári það þjónustu skref, en þessi gögn eru öll sömul til og það eftir þeim tölvunarfræðingum sem ég hef rætt við þetta vera frekar einfalt mál að tengja þetta og þá ef ekki að tengja þetta að þá hreinlega að opna gamla aðganginn inn á eldri Reykjavík borgarráð gögnin, því að þau eru jú öll orðin opinber og við náttúrulega
gild og líka þau sem voru í hafi verið bókun næstum beðið trúnabók því þau eru ekki einu sinni bókuð þarna inni. Þannig að ég vonast eftir á næsta forsnefndarfundi að þá verður þetta tekið fyrir og hreinlega samþykkt. En annars væri svo sem gaman að heyri í öðrum borgarfulltrúum sem ekki eiga sæti í borgarráði hvernig þeim lítist á tillöguna og hvort þið tellið ekki vera til hagsbóta fyrir sig. Takk fyrir. Það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvert sér hljóðsýnd þessum lið og við þurfum að samþykkja 22. lið undir fundargerð, annan lið undir fundargerð forsætisnefndar frá 3. nóvember sem eru girðingar, þau eitthvað sem að samþykkið, breyting og lögreglu samþykkt Reykjavíkurborgar girðingar, gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 14 greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Þá er það 3. liður sem er breytingu samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Þetta er síðari umræða, þetta varðar umboðsmann borgarbúa, þau ekki sem samþykki það. Gefi merki. Það er samþykkt samhljóða á borgarstjórn 14 atkvæða. Þá eru lagðar fram fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 13. október, fundargerð mannréttindaráðs frá 31. október, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 23. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 25. október, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 16. og 30. október, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. október og 1. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 12. og 27. október. Það göngum við til 6. liðar á dagskrá sem er lagt fram og það er svar við fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kostnað vegna bæklings húsnæðismál. Þá vill Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, ætlar að koma upp með fyrirspurn. Annars mætti ég biðja borgarfulltrúa að vera tilbúna með bókanir. Ganga hratt og örugglega frá þeim. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég er hér með 2 fyrirspurnir sem ég óska eftir að leggja fram. Fyrri er svohljóðandi. Í svar til Fréttablaðsins sem birtist í blaðinu 18.10.2017 segir skrifstofustjóri borgarstjórnar meintan vafa hæfi Kristínar Soffíu Jónsdóttur að borgarstjórn hafi enga aðkoma að málefnum borgarfulltrúa í fæðingarorlofi enda sitji þeir ekki í borgarstjórn meðan á því stendur og þiggja hvorki laun né önnur réttindi á þeim tíma. Þrátt fyrir þetta svar þá er á 197. fundi forsnefndar 5. apríl 2016 undir lið 1 ekki sumuð að sambærileg sjónarmið höfð til hliðsjónar við það málsmeðferð sem þar er og virðist nákvæmlega ekkert vera því til fyrirstöðu á þeim fundi að málefni borgarfulltrúans sem hér stendur, Sveinbjörgar Birnu Sveinbjörnsdóttur, sem var í fæðingarorlofi frá 13. desember 2015 til 13. júní 2016, að málefni hennar verið falin innri endurskoðun og regluverði borgarráðs til skoðunar. Er ekki að sjá að sjónarmið sem skrifstofustjóri borgarstjórnar hefur nú uppi varðandi borgarstjórn að borgarstjórn hafi enga aðkoma að málefni borgarfulltrúa með þeim í fæðingarorlofi hafi gætt áður. Óskar eftir skriflegum skýringum frá skrifstofu borgarstjórnar og forseta borgarstjórnar að því hvernig þessu máli er háttað. Þá er það fyrirspurn númer 2. 18. október 2017 birtist frétt í Fréttablaðinu þar sem sagt var frá vafa kjörgengi borgarfulltrúans Kristínar Soffíu Jónsdóttur, en deginum áður 17. október hafði hún setið fund borgarstjórnar. Ekkert var rætt vafa á kjörgengi hennar í sal borgarstjórnar. Ekki er að sjá í fundargerð forsætisnefndar að neinar umræður hafi farið þar fram kjörgengi hennar og fyrst er að sjá það í fundargerð 23. október 2017. Verkefni forsætisnefndar eru tiltekin í samþykkt hennar og eru þau þar tíunduð. Ekki er hægt að sjá hvernig álitamálin kjörgengi sé komið inn á borð forsætisnefndar enda hvergi að sjá að því máli hafi verið vísað til hennar. Því er óskað eftir skriflegu svari frá borgarlögmanni valdsvið forsætisnefndar til að fjalla vafa kjörgengi. Sérstaklega þegar haft er í huga að ekki er að sjá að borgarstjórn eða borgarráð eða aðrir til þess bæri aðilar hafi vísað málum til nefndarinnar. Þá jafnframt óskað eftir að borgarlögmaður taki saman í svari sínu umfjöllun hvaða stofnun er réttbær til þess að taka ákvörðun þegar vafi leikur á almennt hæfi borgarfulltrúa. Takk fyrir. Já,
Þá er þetta lagt fram. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og eftir lestur bókana og ég gerir ráð fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúið með sína bókanir. Engi bókun. Er það ekki við Allians? Já, akkurat. Jú, komstu og lest hann upp. Nei, það er frágengi þá sálestur og þá er meirihlutinn Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi og les upp bókun þvæs. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég les ekki bara upp bókun, ég les upp bókanir. Hvað bókanir? Eina gaggbókun. Já, akkurat. Fjárhagsáætlun, það er fyrst við fyrsta og annan lið, fyrsta lið líklega. Fjárhagsáætlun sýnir jákvæða rekstrarniðurstöðu borgarsjóðs upp á 3,4 milljarða fyrir árið 2018. Áhersla meirihlutans er sókn í skóla- og velferðarmálum ásamt mikill uppbyggingu innviða og lækkunar fasteignagjalda. Í fyrsta lagi er sótt verulega fram í skólamálum og velferðarmálum. Í öðru lagi er ráðist í fjárfestingar fyrir 18 milljarða á næsta ári með sérstaka áherslu á götur, stíga og íþróttamannvirki. Í þriðja lagi heldur sókn í húsnæðismálum áfram en alls fara 69 milljarðar til húsnæðismála á næstu 5 árum í Reykjavík. Rekstur borgarsjóðs er sterkur, gjöldin eru í lágmarki og þjónustan batnar ár frá ári. Þá er það gaggbókun vegna Allians, 3. liður, fundargerð borgarráðs frá 19. október, 14. liður í fundargerð borgarráðs. Bókun Sjálfstæðisflokks er afar villandi enda skauta fram hjá því að byggingarmagnið á svæðinu hefur þvert á móti verið minnkað umtalsvert frá því að skipulagi sem var í gildi þegar Reykjavíkurborg keypti reitinn. Þá er meirihluti með bókun við 16. lið í sömu fundargerð. Hún hljóðar svo: Deiliskipulag fyrir Suðurmjódd er unnið í samráði við alla hagsmunaaðila. Bílaumboðið Hekla víkur frá Laugavegi af skipulagsástæðum og vilyrði lóð fyrir fyrirtækið er til að greiða fyrir þeim flutningi, eins og fjölmörg fordæmi eru fyrir þegar þannig háttar. Við útfærslu lóðarinnar er þess gætt að hún gangi ekki á framtíðarsvæði IR og er skipulagið unnið í góðri sátt við félagið. Tekið er undir að sjálfsagt er að koma til móts við óskir púttvöll fyrir eldri borgara. Hefur meirihlutinn gert grein fyrir bókunum sínum og Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gaggbóka við bókun undir fyrsta lið. Og er gaggbókun frá Framsókn og flugvallavinum og óháðum. Já, þú varst búin að senda hana. Gjör svo vel. Þú mátt koma upp og lesa hana. Ekki bara bjóður að koma hingað að stýra. Má það ekki? Nei, við bara ekki nýhaldið það maður. En borgarstjóri. Ég er það. Já, þú ert bara. Mér bara brálið. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Þá er það bókun sem er svo hljóðandi. Á fundi borgarráðs 31. ágúst síðastliðinn var samþykkt að fela skrifstofu eigna og atvinnuþróunar að leita tímabundinna lausna til aukningar á félagslegu húsnæði í Reykjavík í samræmi við samþykkt velferðarráðs og húsnæðisáætlun borgarinnar. Á fundi borgarráðs 24. ágúst síðastliðinn komu fram áhyggjur borgarráðsfulltrúa þá Framsóknar og flugvallarvina yfir því að sú aðferðafræði sem tillagan gerir ráð fyrir varðandi tímabundin úrræði myndi leiða til enn frekari verðhækkana á fasteignamarkaði og hækkana á leigu þar sem samkeppni myndi aðeins aukast það takmarkað húsnæði sem fyrir er í borginni. Í umsögn Fjármálaskrifstofu segir að tillagan sé ekki líkleg til að skapa hækkanir á fasteigna- og leigumarkaði og það er rökstutt með því að verði að ræða óhefðbundnar lausnir. Ekki er að sjá neitt óhefðbundin við kaup í liðum 27-34 í fundargerð frá 19. október og 17-21 í fundargerð frá 31.
frá 21. frá 2. nóvember, þegar ekki. 2. nóvember það var ekki dagur 31. svona. Þá var það 17-21 fundargerð frá 31. október. Nei. Ekki heldur. Það var ekki dagur 31. Sko, formaður, 2. nóvember. Það var afgreitt í bókum. Já, ég var að segja það. Já. Það er þá 17-21. Ég man það nú ekki nákvæmlega. Nei, ég er búin að opna þetta. Við erum þá saman. Gott og vel. Það var Birna Sveinbjörnsdóttir óháða borgarfulltrúi gert grein fyrir bókunum og það er þá beðið eftir gagnbókun Sjálfstæðisflokksins. Biðum við bara endalaust. Hljóta verklega. Já. Það er að gera... Er hún tilbúin? Jú, en má bjóða borgarfulltrúum að koma upp og lesa hana? Þá gerir Halldór Halldórsson borgarfulltrúi grein fyrir gagnbókun Sjálfstæðisflokksins. Þetta er bókun fjárhagsáætlun. Já, þetta er gagnbókun. Forseti, góði borgarfulltrúar, þetta er bókun vegna fjárhagsáætlunar frá borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins og frá Framsókn og flugvallavinum. Reykjavíkurborg fer ekki varhluta jákvæðri tekjuþróun í samfélaginu eins og sjá má á því að allhluti fer í 117 milljarða í tekjum samkvæmt áætlun fyrir árið 2018 úr 100 milljörðum árið 2016. Það er 16,2% hækkun tekna á 2 árum. Skuldir og skuldbindingar allhluta fara úr 83,7 milljörðum árið 2016 í 107,6 milljarða eða hækka frá árinu 2016 til 2018 standist áætlun 28,5%. Það er borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins mikið áhyggjuefni að þar sem hagsveiflan nú við toppinn sé Reykjavíkurborg ekki að ná betri árangri en 9,4% í veltufé fyrir rekstri þegar sveitarfélögin í landinu eru að meðaltali í 12% veltufé fyrir rekstri og að skuldir séu að hækka á allhluta 8 milljarða á milli áranna 2017 til 2018 og samstæðum 16,4 milljarða á milli ára. Það er ekki nema lítill hluti af þessu sem skýrist að hækkun lífeyrisskuldbindinga. Þrátt fyrir einstakt góðari tekst meirihlutaflokkunum í borgarstjórn Reykjavíkur ekki að reka borgarsjóð með nægilegum aðgangi en þeim tekst áfram að hækka skuldir bæði borgarsjóðs og samstæðureiknings borgarinnar. Halldór, stendur inn í bókunni borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, þetta ekki við Framsókn og flugvallarinnar? Ritari, er það hægt? Hann sagði það. Eða þetta var inn í bókunni? Já, svo gerir Kjartan Magnússon grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins, gagnbókun vegna Alliance Reits. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég gerir grein fyrir bókun borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, gagnbókun vegna Alliance Reits, sem er svo hljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins standa við bókun sína deiliskipulagsbreytingu á Alliance Reit, enda hafa borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna ekki hrakið neitt sem í henni stendur. Eðlilegt er að þegar aukið byggingamagn samkvæmt ósamþykktri deiliskipulagstillögu reiknað út sem miðað við gildandi deiliskipulag en ekki skipulag sem löngu hefur verið fellt úr gildi. Það segir sig sjálft að þeir íbúar sem fjárfestu í húsnæði á viðkomandi reit gerðu ráð fyrir því að staðið yrði við gildandi deiliskipulag en ekki ráðist í breytingu sem fæli í sér að byggingamagn á reitunum yrði meira en tvöfaldað.
Það var Kjartan Magnússon, lokið við að gera grein fyrir gagnkbókun Sjálfstæðisflokksins, þá telst lestri bókana lokið og einnig þessi fundi og forseti slítur honum klukkan 17:16. 17:16.